childhood. If you find him, he's mine. There is no hope! Þessi þáttur í boði Smash, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði, alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu, það eru svona Smash súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 inn í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Það komið að þessu stráka Star Wars þáttur. Og loksins, ég segi þetta oft í þessum þætti hérna í þessum podcasti. Það bara hvað loksins. Skulda fólki alltaf einhverja þætti. Við erum fara að gera Dave Filoni þátt. Eða eins og Guðmann okkar að kalla hann Filoniverse. Já, Filoniverse. Hvernig finnst ykkur sá titill á þættinu, strákar? Adam og Aron. Filoniverse, já. Það til að Mér finnst það cool. Það líka meika samt ekki alltaf mikið sens. Þetta náttúrulega bara Star Wars Universe, en þetta samt hans imprint á Star Wars Universe. Já, ég ætla að skýra Dave Filoni. það bara svo það, sko. Líka fólk myndi kannski horfa á Filoniverse bara, veit ekki neitt hvað það Nei. En hann stór maður á bakvið Star Wars, sérstaklega í dag en þessa dagana. Áður fyrir að kafa í Star Wars. Bara stutt. Gummi Sósa. The Gummi Sósa. One and only. Nerd extraordinaire. Þú komið til mín í nokkra þætti og svona aðalega ofur til dót og ég skulda hann ennþá svona venjulegan kvikmynda þátt. Nei, maður John Carpenter. John Carpenter. John Carpenter. Það ekkert venjulegt til það, sant? Það ekkert venjulegt til það. Þú ert Star Wars maður. Adam, þú ert líka bara hjá mér aðeins svona ofur til dóti, Marvel nördadæmi og svona John Wick. Yes. Aron, þú ert búin að vera með mér í svona hardcore, ég kalla það hardcore nördastöf. Hardcore nördastöf, já. Rings of Power og Fire and Blood. Þeir eru allir nördar, allir Star Wars menn og þeir eru líka allir vinir. Já. Búin að þekkjast í allavega 10 ára, það ekki? Jú, Það er ekki að tala um það hérna fyrir þáttinn. Allavega 11-12 ára eða eitthvað. Ok, segjum það. 11-12 ára. Ok. Þið hafa allir komið til mér í sikkora lagi, þið hafa aldrei verið saman í þætti. Nei. Og mér finnst mjög gaman að taka upp með ykkur, ég menn, jú, þið hafa alltaf verið í kannski hópum. Adam, þú varst með Ragga náttúrulega í Marvel Studios quizinu, Aron varst með Ragga, Ólafs líka og Auðunni og svo Gummi alltaf búin í alls konar þáttum. En það var svolítið cool hugmynd að fá okkur saman, því ég svona var að tala um það, það var gaman að getum allir tekið upp eitthvað saman. Og ég sagði við ykkur, ég maður ekki við hvernig ég var að tala, hvort það er Gummi eða Aron, eða þú. Mér langar að gera eitthvað svona stærra. Það kom til tals að gera Ahsoka-seríu þátt, einhvern. En mér finnst það að vera svolítið svona, mér finnst það of lítið fyrir 3 gesti. Ég reyn oftast ef ég með marga í stúdíónu, kannski tækla eitthvað aðeins stærra heldur en kannski eina bíómynd eða eitthvað eina seríu. Gummi, þú komst með þessa hugmynd, ég veit ekki hversu mikið þið voru búin að ræða það ykkur á milli, að fjallum Star Wars. Já, taka nokkurn veginn fyrir svona, að því Dave Filoni, hann líka svolítið svona þráðurinn í gegnum alla þessa Disney þætti, allt þetta post-Clone Wars, post-Disney, Star Wars dót, þannig að einhvern veginn meikaði sens að fara frá honum í gegnum þetta allt saman, eða flest alltaf þessu. Þetta var ykkar hugmyndurinni. Ég man ekki alveg hver í raun og veru mögulega var að Aron eða eitthvað sem hann nefndi það svona fyrst. Já, ég náttúrulega, þú veist, ef við hefum tekið Ahsoka-seríu þátt, þá hefði verið svo mikilvægt að tala bara fyrir Ahsoka. þætti. Já, taka eins fyrir Clone Wars og Rebels, að það svo mikla tengingar af það. Og málega, sko, tæknilega séð, þú að skipulega þennan þá, það bara einn hluti á honum, sko.
svo erum við bara með okkar grúppchat og sem við erum að tala um þetta síðan í október eitthvað. Það var eitthvað, hvenær alltaf hafa dag fyrir að tjóðast átt? Nei, við höfum nú alveg bara verið slagir, sko. Já, ég veit það. Við ætlum að taka þetta fyrr, fljótlega eftir að sóka þáttinn. Já. Hvenær kom hún í ágúst? Var ekki ágúst til október eða Eitthvað eitthvað. svoleiðis. Ég var ekkert alveg þar, eitthvað, við verðum að fara að tala um að sóka núna, eitthvað, þetta er svo geggjað, en kemur kannski meira... Það við komum að því á eftir. Já. Þannig að það sem við erum að fara að gera í dag í þessum þætti, við ætlum að fjalla um þennan kall, Dave Filoni, og eins og ég talaði við ykkur rétt fyrir þáttinn. Þetta er mögulega, ég veit ekki hvort ég á að nota orðið mikilvægur, notum það bara. Já, mér finnst það- Mikilvægur, kannski númer 2 á eftir George Lucas. George Lucas er þetta gæðin sem að skapaði Star Wars. En Filoni er búinn að vera partur af þessu í gegnum þá er henni teiknimyndirnar, eða þættina, Clone Wars og Rebels í mörg ár og er komin núna inn í þetta live action, leiknefni. Þannig að mér fannst alveg svona skemmtileg hugsun og skemmtileg bæling að taka upp þátt sem fjallar um hann. En förum bara röðina núna. Góðum með Star Wars. Tökum bara stutt aðeins. Hvað þýðir það fyrir þér? Sko, ég fæddi 1997, þannig ég man rosalega vel eftir þegar prequels eru að koma út. Það er klála hvernig maður sjálfur dettur inn í þetta. Ég er alveg frekar viss að Revenge of the Sith það hafi verið fyrst skipti sem ég fór að Star Wars í bíó, sko. Já, þú hefur þá verið 8. Já, eitthvað svona 6-8 ára. Nei, 7-8 ára. Og hann ég held að það bara laumaði að núna. Ég man að Danni bróður minn, gaman að rifja þetta upp, hann sofnaði yfir Mustafar-bardagann. Mér finnst það ennþá í dag. Ég man að það andra að vera bara eitthvað, Danni, þú ert að missa hérna, hann er kynna Obi-Wan Kenobi er að berjast. Og hann er eitthvað, en... Hvað er hann gamall? Hvað var hann gamall? Hann er 4 árum eldri en ég, hann er eitthvað svona 11-12 ára. Málið er að ég var líka, víst, ógeðslega mikið bara eitthvað, mamma, mér langar í bíó. Hann var eitthvað, Danni, farðu með honum í bíó. En allan að já, þannig að maður dettur alveg inn í þetta svona, er komin inn í þetta þegar Revenge of the Sith kemur út, þá var ég búin að horfa Phantom Menace og Attack of the Clones, kannski gegnum systkini mín líka. Og datt síðan í, þú veist, Originals þá, keypti það á DFD bara 2006, það var eitthvað re-release í kringum Revenge of the Sith og síðan þá er ég búin að horfa á þetta bara á lúpu, sko. Það er bara svolítið þannig, sko. Það er svolítið þannig. Við, þarna, ég ætla ekki að leggja þeim kannski orðið í munni, maður er búin að vera svona Star Wars nöttari alveg feitt fyrir Disney-tímabilið, sko. Já, einmitt. Adam? Bara ábygglega mjög svipað á Gummi, þú veist, ég er árinu yngri en ég fór á Revenge of the Sith í bíó og ég átti bara eina spólu þegar ég var lítill og það var bara Phantom Menace. Er það bókstaflega eina spólu? Ég átti bara eina spólu. Já, það var Phantom Menace. Já, ég átti bara Phantom Menace spólu. Ég átti fleiri spólur, en ég átti líka Phantom Menace spólur. Ég átti bara Phantom Menace spólu, þannig að hún var á bara rewind, alltaf eitt á stopp, spólu tilbaka, eitt á stopp, spólu tilbaka, alltaf hefur búið með hana. Og svo Attack of the Clones, einhver frændi minn átti hana á DFD eða eitthvað, hann hefði horfað hana og hún var líka svona fín þegar ég var lítill. Mér fannst samt eitthvað wonky við hana þegar ég var lítill. Meira þú varst lítill. Meira þegar ég var lítill, sko, það fannst mér eitthvað off við hana. En Revenge of the Sith var bara besta mynd sem ég hafði séð. The shit. Hún var bara svalasta mynd sem ég hafði séð, 7 ára eða eitthvað. Og eftir það hef ég bara verið að klæða mig sem Anakin og sveifla geislasverðum, sko. Það er bara... Bókstaflega? Já, bókstaflega, sko. Bókstaflega. Við eigum mjög flott geislasverð, sko. Eigið þið mjög flott... Við eigum mjög flott. Já, sikkort. Er það svona alvöru shit? Já, alveg, við hefum alveg farað nokkuð. Sem kostaði 50.000 kall eða eitthvað? Ekki 50.000 kall, þau voru 20.000, rúmlega stykki kannski. Er það með samt, þú veist, það er... Það er ljós, þau eru gerð til þess að skilmast með, þetta er ekki sýningum. Mega alveg slamma, sko. Þetta er fencingsverð, sko. Já. Þú nefnir það, djúvel geta þetta verið fucking dýr sverð samt. Já, en hvar er sverðin? Af hverju það ekki í stúdíun? Það var feilið okkar. Þegar ég vantilega eitthvað statíf líka? Nei, ég var ekki statíf. Ég brandi sér ekki vopnunum mínum bara opið, sko. Þú satt að gefa byssunæðinni í byssuskáp, sko. Gummi er eini gæði sem kom með spólur, hann kom með kall, kom með sex spækur. Já, það er okkar skita. Við vorum að ræða þetta áðan, rétt fyrir þátt, þegar þið voru frammi og sagði við hann bara, shit, það máttu koma með sverðin okkar, sko. Þið er ekki einu sinni í, sko, Star Wars ból, nema Gummi og ég. Ég á ekki Star Wars ból, sko. Ég var að leita á hann í dag. Já. Ég á bara, þú veist, Lego og
og svartuðahjálm eða eitthvað. Já, Ég hefði ekki setjað að lána það, því ég held ég er svona 4. Já, en það hefði mátt að gera það. Ok, Aron, sorry, Adam, varstu búinn? Fyrir ekki. Já, og svo fer ég bara inn í þú veist, Clone Wars og allt þetta bara... Þú horfður á mjög það seinna. þegar það er nýtt. Nei, ég horfði bara á það seinna, sko. Ok, En var alltaf mikill Star Wars fan, sko. ok. Aron? Ég byrja í Original Trilogy. Pabbi átti, þú veist, Special Edition safn af tríleirnum. Þannig að ég var alltaf bara hendis í gang. Horfði held ég á lang oftast á Empire Strikes Back. Skiljanlega. Já. Skiljanlega. Og ertu búin að hafa væntanlega að fylgjast með þessu líka í mörg ár? Í mörg ár. Alveg Ég er því þetta- áður að Disney keypti þetta og allt svo leiðis. Já, löngu áður. Ok. Ég fór samt ekki á Revenge of the Sith í bíó. Ekki? Nei. Bömmur, sko, því hann var Bendum á. hella, sko. Að þú hefði það bara á. Já, ég hefði það fara á það. Ég verð að spura ykkur út í eitt sem auðvitað tengist Star Wars en tengist ekki beint Filoni. Ég er að svindla hérna smá. Við munum að sjálfsögðu fara út fyrir efni eitthvað. En veist áhugað það þið eru tölvöld yngri en ég. Þegar ég fer á Phantom Menace í bíó þá er ég 16 ára. Þannig ég er úlingur en ég er ekki beint barn. Og hún var oft gagnrýnd fyrir það að vera barnamynd eða barnaleg. Þið hafa væntanlega séð hann einmitt þegar þið voru krakkar. Já. Munið þið hvað ykkur fannst? Þú veist, fannst ykkur það vera alveg bara þetta er geggja? Eða var þetta líka bara jafnvel eitthvað þetta er svolítið barnalegt? Ég spóla oft bara þangað til að... Duel of the Fates? sko? Já, bara oft það, mér fannst þið. Það er svo, shit. Það er svingróft. Nei, ég segi svona. Nei, En ég líka horfði- þú veist krakki? Já, þegar jú, var ég maður krakki. tók að þið stundum bara Þegar ákveðna var- senur. Já, fair. Maður var ekki með YouTube, þannig ég gæti ekki alltaf farið bara... Nei. Fyrir að segja þetta, ég held að ég hafi mjög duglegur að horfa bara á Duel of the Fates líka. Ég var nefnilega að pæla í þessum daginn af því að þetta er, þú veist, hún er gagnrýnd fyrir að vera barnaleg þótt að stór partur af myndinni sé ógeðslega mikið eitthvað svona pólitískt mambo-jumbo. Þannig að þetta Þetta er er svolítið svona svona... balans. Já, þetta er alveg bann. Ég held að litirnir og búningar og eitthvað svona hjálpar alveg, sko. En er þetta barnamynd? Sko, það sem að, það er líka, Þetta er barnaleg mynd. þetta er klála, þú veist, Já. líka fyrir börn, að minnst að Já. En ég man alltaf að mér fannst þetta aldrei eitthvað svona, ég var aldrei eitthvað svona, fannst þetta eitthvað lumm og hvað þetta væri barnalegt eða eitthvað. Og ég er mjög ánægð með, það er ekki prequels, en að hafa séð Return of the Jedi bara mikið því að barn, að Ewoks, ég bara dýrka þetta út, þú veist, ég er aldrei eitthvað svona, what the fuck, skilur, en það var kannski meira í sequels, það sem ég fannst stundum eitthvað svona cute dót, ekki alveg eiga heima það sem það var, Nei. þú veist. Já, nei, ég fullt af sequel, sko. En er þetta að segja það, er þetta að fara að raukur í því að Star Wars hefur alltaf verið fyrir krakka? Mér finnst það alveg fair. Já, mér finnst ekkert fárlegt að segja það, sko. Af því margir sögðu það, því þeir sem að elskuðu upprænlegu myndirnar fóru í fílu út í prequels. Þetta er bara barnalegt. Þá voru aðrir sem sögðu á móti, hei, þú veist, þetta hefur alltaf verið fyrir krakka. Já. Mér finnst þau rök alls ekki í lagi. Þetta er ekki mín. Nei, ég er að segja. Finnst ekki þú sterk getur- rök, sko. Það er aldrei Nei. afsökun að þetta hafa alltaf verið barnalegt þegar þetta sökka feitt. En líka, sorry, er hægt að bera saman til dæmis Phantom Menace við Empire Strikes Back? Nei, Empire er nefnilega miklu meira rugged mynd, sko. Já. Og fullónuslegri, sko. Mér finnst það ekki vera það sama, sko. Nei. Nei. Eða Attack of the Clones. Attack of the Clones er, að því að Revenge of the Sith er kannski svona Hún er svolítið fullorðinslegasta myndin af þessu. Angsty teenager. Já, bríkur mynd. Það má nánast segja að Phantom Menace er svona smá slapstick, sko. Þú veist, þegar Jar Jar Binks festir hérna tunguna sína í pod-reysarnum Já. og svona og ganganarnir og eitthvað svona, það er svona meira að vera að nota eitthvað svona physical humor heldur en er í fyrirmyndunum. Er ekki að reyna að vera að hafa til bata? Jú, ég meina, málega líka, munurinn kannski á Phantom Menace og allan eins og New Hope er að þegar þeir gera Phantom Menace, þá vita þeir að þeir geta kannski tífalda gróðan á þessu á leikfung. Já, það líka er mál. góð punktur. Einmitt, sko. Hún er gerð meira frá grunni til þess að selja, sko. Já. Mikið að reysis, Já. þú veist, kynþáttum, geimverum og alls svona dótari, sko. Já, það er alveg mjög góð punktur, sko. Þetta podracing dót var gert til þess að selja merchandise, sko. Akkurat. Hata En handri. það er samt líka eitthvað sem að þegar ég var lítill, Fór á að skipta skoðanir, þá var ég að rístarta því líka, Ég líka, sko. Alltaf podracing með alltaf hella, sko. Og það var svolítið gaman í Mandalorian seríu 3, nei, þetta Nei, það var eitthvað gaman Nei, í- þetta var í Book of Boba Fett. Var eitthvað gaman í henni? Nei, þegar þeir basically fara aftur og sem Podrisi var. Já. Það var alveg cool. Ég myndi ekkert. En ég ætla ekki að segja neitt gott um Mandalorian seríu 3 í dag. Ok, ræðin það er betur eftir. Já. En þarna, okkur langar kannski að spyrja þig, Hafi, þú veist, hvernig komst þú svona inn í Star Wars á sín tíma? Held ég eitthvað að tala um það í...
Nú er svo hættur við sé að fara að koma með eitthvað svona contradiction. Ok. Eitthvað þversögn, ég er að djóka. Gripinn bara. Ég auðvitað kynnist þessu þegar ég er krakki og það er þá upprænulegu. Af því að þegar eins og ég segi, ég er 16 ára þegar Phantom Menace kemur út, þannig ég hafði ekkert annað Star Wars efni í alveg mitt næstu í 16 ár. Christmas Caravan. Ég það hann að jóla Star Wars. Ég hef ekki enda þetta hef ég ekki séð það. Ég dreg línuna við þarna Ewok-myndina, sko. Já, ég hef ekki séð það, en þannig þegar ég er krakki þá var ég rosa mikið að horfa á náttúrulega gömlu myndirnar og ég átti eitthvað svona Star Wars svona pop-up bók og eitthvað svona þau sveiflast þarna yfir, gæst eitthvað svona dreigið og eitthvað fætti. Þannig að Star Wars var alltaf svona stór partur af minni æsku, þó eins og ég oft nefnt pabbi minn kynnti mér svolítið fyrir bíómyndum, en ef það er eitthvað svona tvent sem hann fílar ekkert svakalega, hann þolar ekki hryllismyndir og hann er ekki mikið fyrir fantasíu. Pabbi þinn? Já, hann fílar Lord of the Rings og eitthvað dvergar og eitthvað galdrakallar og eitthvað. Hann fílar þetta Game of Thrones, það er líka aðeins meira svona pólitík og fullarins. Þannig að Star Wars, hann var oft verið bara eitthvað svona, þannig að hann var kannski mikið að sína með þetta, en þetta var til á mínu heimili og ég horfði rosa mikið á þetta, svo keifti ég útgáðunar eftir sem ég varð eldri, ég átti þetta á DFT og svona, þannig ég var sjúklega spenntur 99 fyrir Phantom Menace, var fyrir ákveðnum vonbrigðum, af því það sem ég varst cool í henni er svo Darth Maul, hann er svo lítið í henni. Já. Þú veist, en þetta er samt ennþá mögulega upp á lightsaber fæti minn, það er lokafætin í þeirri mynd. Það gerist svo fucking mikið í Phantom Menace, hún er aldrei að anda, það er alltaf eitthvað næsta dót og mikið lore og mikið gangi, hún er eitthvað að tala með dáðan. Já, algjörlega. Mér bara, það er ímislegt sem að kannski að geta mögulega fínbúsa þarna og veist þú sem er Dota-dæmið, Dota-pælinguna, það er svo góð punktur, ég hef aldrei hugsað það, en ég held að það hafi bara skemmt rosa mikið fyrir. Af því að ef George Lucas er eitthvað, þá er hann businessmaður. Þannig að hann fattar alveg, hann er upp 100%. Fyrir að hugsa þessu tútutáli. Og það, allar enginn segja mér það hef ekki áhrif á listina. Einmitt. Við að skapa sögu. En það er alltaf svona minn bakgrunnur, það var mjög mikið í minni æsku, elska þetta sínum tíma, skipta skoðanir í dag hvað Star Wars er, og eins og það er oft sagt, be careful what you wish for, að ég sagði á sínum tíma að hann ætti að selja og gefa út meira Star Wars-efni. Að svo sem hann myndi kaupa, myndi gefa út meira Star Wars-efni. Ég held að vorum öll að segja það, sko. Já, en svo, tölum aðeins það betur eftir. Gummi, ertu með eitthvað? Já, er ég með eitthvað? Ég er að draga fram pakka í gylltum og svörtum pappír. Ekki þetta mér? Þetta er gjöf frá frá ykkur til mín. Já, búin að vera lengi á leiðinni, en það hálft ár sem við ætlum að taka þetta upp. Nei. Takk, strákar. Það verður það því. Það fór ágætlega mikil hugsun í þessa gjöf, sko. Það fóru 6 mánuðir. Það fóru 6 mánuðir að pæla ykkur í þetta. Við erum með skærið eða? Er eitthvað með líkil á Ég sig? er ekki með líkil, sko. Það er engin með neitt hérna. Við erum allir frekar useless. Þetta er bara... Ég var að skemma Ég vil ekki að fokkir, það var lótt að sjá þetta. Já, svo er þetta bara eitthvað rándýrt geislasvermaður og í bíli. Pínlillu öskju þetta. Svingur oft hjá mér að stela pakkar af maður. Nei, ég vil frekar, ef þetta er eitthvað skemma, þá vil ég frekar að þú gera þetta. Já, einmitt. Það er alveg að koma. Það er þá að býða í aðra 6 mánuði. Fyrstur hérna í bíóblæði þess að... Ég er að gera þetta ekki með tönnunum maður. Gummi er að rífa þetta hérna, að geta bandið. Strákarnir er að gefa mig gjöf. Þetta er æðislega strákar alveg, ég er ótrúlega þakkláttur. Bandið er komið af, Haffi er að opna það. Ég má ekki skipta þessu. Pæli, ég myndi ekkert segja fyrir hlustundur hvað það væri. Þetta er Star Wars, Heir to the Empire. Book 1 of the Thrawn Trilogy. Þú vantilega kannast eitthvað við þessar bækur, Já, ekki? það máli er, og ég er ekki að ljúna, takk strákar alvörunni. Ég fann að detta meira í það að lesa bækur þess staðana. Ég gerði það ógeðslega mikið þegar ég var yngri. Lesa myndasögur og skáldsögur, svo datt þetta, maður fann að spila tölvuleiki og horfa bara á bíómyndir. Ég fann að lesa meira í dag, þannig að þetta er geðveik gjöf og mig langar svo að lesa þessa bækur. Þetta er líka... Er þetta ekki samúð hér, það? Jú, Þetta er sömu bækur að svona eldri hérna. Þetta er nýrra. Þetta er nýrri þríleikur. Og er hérna þessar 3 neðri hérna, ég syns að benda á hérna bækur sem við erum með á borðinu, þær eru í nýja kanoninu, en þetta er í Legends. Já, Legends er í rauninni,
Hvernig myndi útskýra það í stuttum máli, Legends? Það er svona gamla expanded universe-ið. Já, þeir eru einhvern veginn svona þurrkaða svolítið út bara úr Já. official canon. En pikkar svona hér og þar eitthvað Já, sem við einmitt. vildu hafa, sko. Þrón er kannski svona, þú veist, mest áberandi svona, þú Take it. taka hann úr Legends inn í þetta nýja. En svo er þetta líka, sko, þessi bók er eiginlega fyrsta bókin svona þegar þeir eru að starta Legends, þú veist. Það var búið að vera sem Marvel Comics, en þarna eru þeir, þú veist, við ætlum að fara bara í átak, að fara að gera meira Star Wars en ekki myndir, einhverju hluta vegna. Vá, ég er ógeðislega ánægður með þetta strákur. Ég hef lesið nokkra Star Wars bækur. Það er ekkert langt síðan ég byrjaði að lesa þær. Ég las Darth Bane þrílíkin sem er glöðvökur. Bane er uppáhalds karakterinn minn í Star Wars. Og við aldrei fengið að sjá hann leiknarni. Nei. Við Súsa geggjuð, svo las ég líka Darth Plagueis bókina. Darth Plagueis? Já. Er hún ekki góð sér líka? Mér varst hún góð. Ég hef hann eftir. Ég hef ekki lesið. Já, svo langaði mig að lesa þetta er ein Darth Maul bók sem heitir Lockdown. Já. Ég held að það sé ykkur fastur ykkur fangels eða eitthvað, mér varst það hljóma gett cool. Og svo langaði mig að lesa einmitt eitthvað Thrawn. Já. Það er kannski ég þekkir henni lítið sem ekkert. Þetta er líka þessar bækur og ég get eiginlega bara fakta út eftir að lesa þær allar 3 ár og byrjar á þessari. Fæ ég þá hér tvær næst þegar komið? Kannski. Já. Bjóð ykkur núna. Bara algjörlega, við getum alveg matað einhverjum Thrawn-bókum. En þetta er ekki bara Thrawn, þetta er eiginlega original sequel þríleikurinn, skilur við. Sjónarhóttinn er ósvæðilega mikið hjá, þú veist, Luke og Leia og hann. Og sko, það var eiginlega fyrst þegar ég las þessar bækur sem ég fór að vera pyrraðar á Disney Star Wars. Já, betur hérna stendur, the first ever to take place after the events of the original trilogy. Þannig að þessi bók veintilega frekar gömul. Já, 93 eða eitthvað svoleiðis. Já, ok. Og líka Coruscant kemur eiginlega fyrst fyrir hana, sko. Nei, sem við fáum alltaf að sjá í prequels. Já. Já. Þannig að það er eitthvað, veist, eftir að þessar bækur kom út, þá gerir hann líka Special Editions 97 og bætir Coruscant við í lokin. Þá er hann eiginlega að byggja það á þessu, sko. Ok, ég er slökkubróðs og þætti og ég þarf að lesa. Þetta er geggjastrákar. Já, og bara Heir to the Empire. Takk kærlega fyrir að logo alltaf kíkja í heimsókn á það. Já, ég hef verið löngum búin að fá okkur ef ég veit að ég gjöf. Nei, grín. Ok, förum að kýla á þetta strákar. Voru ekki allir búin að fara stuttlega yfir svona Star Wars bakgrunnin? Ok, Dave Filoni. Hver er þetta? Aron, hver er þetta? Ég ætla að skjóta þess á Gumma. Gummi. Miklu meira Hver er þetta? Dave Filoni. Dave Filoni, ég ætla að byrja með hann stígur inn í kvikmyndagerð út frá animation. Var held ég kannski aðalega storyboard artist sem fyrir það sem veit ekki, þá var þetta svona að ramma út hvernig eitthvað er að fara að gerast, kannski svona eins og teiknmyndasaga. Og maður líka einhverju writer groups. Jú, en það er svona held ég kemur lúms setna. Já, getur verið. Og málega storyboard, það er eiginlega bara grunn animationið, af því að þú veist, svo er eiginlega bara að vera að fylla í ramman á milli, skilur. Þannig að það er rosalega mikið gæðin sem er að ákveða hvernig það lítur út. Og var í ýmislegu dóti, mér skilst það svolítið svona eitthvað sem hann var svolítið, fekk starra hlutverki í, það hafi verið King of the Hill. Já! Sem er þetta mjög áhverð, það er allt öðru sér þættir, svona sitcom. Já. Og svo er það eiginlega með Avatar í Last Airbender, sem hann svona svolítið fær starra hlutverk, leikstýrir einhverjum þáttum og svona. Já, hann er eitthvað þar. Já. Já, þeir hafa ég hef ekki séð það, þeir hafa verið... Það var að endurgera það nýlega. Og svo er mynd á leiðinni og... Gamla dótið, eða svona original, var það ekki talið rosa gott? Það er ógeðslega Það er Last Airbender. Hérna er Aron eiginlega besta authorityð, sko. Ég bara held ekki vatni yfir því, sko. Nei. Já, einmitt. Ógeðslega gott. Hefur aldrei tjekkað því, Nei, ég aldrei hort það. Sko, þeir eru alveg barnvænir, en þeir eru alveg worth a watch, sko. Eru þeir eitthvað barnalegri en Clone Wars eða Rebels? Ég bara taka við dæmi. Ekki fyrstu seríunar á Clone Wars, til dæmis. Nei, Svipað á fyrstu seríunar á Clone Wars. Ok. Samt er overraskast þráður í því. Og svo er hann sem sagt, Hvað er maður að koma? held ég, svona undir lokin á þeim þáttum, þá er haft samband við hann eitthvað frá Star Wars. Hvaða ár er þetta cirka? Þetta er svona 2005-06. Já, þetta er svona þegar prequels-serían er að klárast. Já, þetta er ábyggilega það leiti sem Revenge of the Sith er nýkomin út eða eitthvað. Og hann er 2006 frekar. Er ekki myndin 2008, Clone Wars? Jú. Hann hlýtur að vera allan að 2 ára eða eitthvað. Áður. Já. Og þá er líka gaman eitthvað, það er hringt í hann eitthvað svona, hey, is this Dave Filoni? Eitthvað animation, eitthvað, hann eitthvað, yeah, we were thinking about making this Star Wars, the Clone Wars show. Og hann bara, fuck you,
who is this? Is this Mike? Það er eitthvað djók, bara símat. Hann basically bara no, this is a real, I'm working at Lucasfilm. Hann oh shit. Já, eins og ég skil þetta, þá basically bara fyrst í fundurinn, þá mætir hann bara, þá hefði George Lucas einhverju hluta vegna, haft áhuga að fá hann. Bara valið. Hann fær bara klukkutíma fund með honum með eitthvað og lappar út og bara, George, bara tikkaði, bara, you got the job, skilur. En var hann ekki líka, mér minni það, ef maður lýsir eitthvað svona vitluga, hann var mikill Star Wars aðdáandi. Já, Mjög mikill. Já, áður en að færa eitthvað starfi í þessum heimi. Ég hugsa hann sé alveg meiri Star Wars nöftari staðfest heldur en við allir meira að segja. Já, hann veit rosa mikið hennan heim. Og það er líka sem að hann er svona góða sín kannski yfir hugmyndina sem George Lucas var að reyna að miðla. Já. Já. Hann er oft svona, ef maður hlustar á hann tala oft Star Wars, oft nær hann svona réttlæta hitt og þetta í myndunum á George Lucas, sérstaklega myndunum sem George Lucas er leikstýri sjálfur, eins og prequel-trilogíuna. Þá, og hann bara hvernig hann, spottar hluti sem að George Lucas vildi gera og kom því kannski ekki vel frá sér af því að George Lucas er ekki frábær leikstjóri. Já, og ekki frábær handriðstöfundur. Nei, og ekki frábær handriðstöfundur heldur. Þannig að, hann er alveg, það tengist ekki því að hann sé ráðinn eitthvað af Lucasfilm, sko, hann sé... Hann er með, Filoni er gaurið sem að svolítið fræddi mig Duel of the Fates. Hvað það þýðir? Já, af hverju þetta heitir Duel of the Fates. Já. Kannski virkar það svo augljóst, eitthvað eftir á, en þegar ég var að hlusta einmitt á eitthvað viðtal hann, eða lesa viðtal, hefði nokkur síðan, þá var hann bara, já, auðvitað, það meikar sens. Þú kannski ferðið yfir þetta svona fyrir hlustendur. Já, hvað er þetta þýðir rauninni? Þetta þýðir rauninni Duel of the Fates, þetta er rauninni örlögin hans Anakin. Og þetta er alltaf fætir. Já, og ef að Qui-Gon hefði til þess lifað af, þá hefði örugglega Anakin farið alltaf rátt. Já. Og hann hefði líklegast aldrei endast til Darth Vader. Þannig það, ég gæs það er ógeðslega cool, sko. Þetta er ekki bara örlögin hans Anakin, líka bara The Galaxy. Nefni Qui-Gon. Já, einmitt. Djöfull saknaði Qui-Gon Jinn. Qui-Gon var maðurinn, sko. Það var svo nice í Tales of the Jedi að fá loksins eitthvað svona smá Qui-Gon dót. Ok, höldum okkur réttu megin allan til að byrja með. Þannig að Filoni kemur hann inn kringu 2005 og það er talað við hann um að gera mitt eitthvað svona teiknimynd á þætti. Já, þá er George Lucas greinlega bara, hann kannski eitthvað út af því að var ákveðin gagnrýni yfir prequels og hann er eitthvað svona vill dýfka þennan heim. Það er eiginlega lúmst svona eftir að maður horfir á Clone Wars, það er prequels bara ekki öll sagan, sko. Nei. Það er svo margt sem að er svo áhugavert og gilt sem gerist í þessum þáttum. En já, ég held líka að hann hafði unnið og náið með George Lucas. Hann er eiginlega bara svona eins og milliliðurinn á milli hans og það sem þú voru að gera. Já, mér finnst að ég hafa lesið það, að hann er svolítið undir Lucas og Lucas er svolítið að kenna honum og eitthvað. Þannig að hann hefur verið hátt settur hjá Lucasfilm í svolítið mörg ár. Ég myndi á undan áður en Disney kaupir þetta líka. Já, einmitt. Það er Lucas sem gúterar Clone Wars myndina, hann fær síðasta orðið varandi þess að skelfulegu Clone Wars mynd. Já, svo kannski að rifja þau upp fyrir fólk sem hefur ekkert séð þetta allt og við munum reyna auðvitað að hafa þennan þátt sem svona kynningu auðvitað á Dave Filoni og það sem hann hefur gert í Star Wars. Svona getum við nördast eitthvað smá. En það er kannski ekki allir sem vita það að Clone Wars, það eru svo marga serjur, það byrjaði sem bíómynd. Já. Sem teiknimynd, en það var feature-length mynd sem fór í bíó allt. Já. En það tæknilega séð byrjaði sem þættir. Já, sem er bara... Og svo George Lucas bara, bro, þetta er geggjað. Bara við höfum 4 hætti hérna og bara hendum þessu í bíó, sko. Og þeir bara byrjuðu búið. En kom það samt ekki út og undan? Jú, en það var ákvaða eftir á. Já, ok, þeir ætlaði að gera alltaf þætti og svo bara var þetta geggjað og hann segi, setjum þetta í bíó. Já. En svo kemur serían, fyrsta serían. Og hún er bara, þetta er bara svo fyrstu 4 þættinir eiginlega. Þetta er eiginlega bókstaflega það. Þeir eru með svona smá svona, þú getur alveg spotta sirka bát hvar einn þáttur endar og annar byrjar. Já. En gast ekki alveg dottið inn í seríu 1, fyrsta þátt á þess að sé myndina? Sko, ég myndi alltaf byrja á myndinni, af því að hún er kynningin líka á Ahsoka Tano. Við erum alltaf að tala helling Ahsoka Tano og það er svolítið svona, þú veist, hann kreatorinn á baku Ahsoka Tano? Já. Sko, er hann eini kreatorinn? George Lucas, hann vildi að Anakin fengi Padawan samt. Já, en ég er að tala um, ok, en kemur hann með, þú veist, nafnið, er hann kreditaður sem kreatorinn? Já, ég held það. Hann, þú veist, hún er hans staðista fótspor í Star Wars heiminum, sko. Það er Ahsoka Tano? Já. Ok. Það er svona líka gaman að sjá, við þarfum að fara betur út í það, hvernig hann tekur hana frá Clone Wars, yfir í Rebels, yfir í Ahsoka og Mandalorian.
Þetta er raun og veru, við erum að sjá hann karakter yfir bara 30 ára tímabil, Star Wars er fucking cool. Ok, förum aðeins svona yfir það sem hann er búinn að gera. Hann gerir myndina, gerir Clone Wars seríunar. Þetta Clone Wars dæmi, Sko, hvað er þetta Clone Wars? Eða þurftu að segja ykkur þetta eru teikmyndaþættir, nokkra seríur, hver er stærsti svona punkturinn í þessu? Hver er stærsti fókusin? Stærsti fókusin náttúrulega þetta er hugsa sem þættir sem gerast í raunin á milli Attack of the Clones og Revenge of the Sith og á bara raunin að brúa bilið á milli, einhvern veginn. Þú veist, fyrstu þættinir og myndin, barnalegt stöf og sjaldan það sem út með eitthvað svona continuous þætti, part 1 og part 2, sko. Já, þetta er svona standalone. Já, og alltaf eitthvað kallið Intergalactic Universe. Er þetta ekki alltaf 2 eppar eða eitthvað? Ekki fyrstu sérum, fyrstu þetta ekki alltaf. Og þau nefnda mjög cool hvernig þættinni byrja. Hefur þú hort eitthvað á Clone Wars? Já. Byrjar alltaf á, þetta er líka karakter, þetta er Admiral, mann ekki hvað heitir núna. En hann er alltaf eitthvað, Battle on Tatooine, eitthvað svona, byrjar eitthvað svona gömul war og newsreels. En þetta eru bara, sko, til að byrja með þetta bara þættir svolítið eitthvað svona orustur hér og þar, skirmish hér og þar. Þeir eru líka, Separatist og... Þeir eru ekki bara Anakin og Obi-Wan. Sumi þættirnir eru bara nýja karaktera og... Mér finnst bara oftar það sem Anakin og Obi-Wan eru bara aukalutur. Já, bakgrunn. Þeir eru kannski bara með 4 þætti seríu eða eitthvað, að mestuleiti. Er þið búin að sjá þetta allt? Já. Og málega líka, svo gerast líka úr röð, en reyndar eftir seríu 4 eða eitthvað, það er þetta allt í röð. En er þetta ekki allt, þú talaði að vera að milla Attack of the Clones og Revenge of the Sith, gerast alla seríun þar? Já. Tæknilega síðan fara þér alveg aðeins Þeim fara alveg inn í Revenge of the Sith. Já, síðasta serían fer eiginlega bara alveg upp á Order 66. Já, ok. En svo er líka mjög áhugavert að það var náttúrulega sýnt á Disney XD, Disney Channel eða eitthvað, og þegar þeir kaupa Star Wars, þetta er svona hálffurulegt, þá kötta þér á framlistuna, cancela þessu, þá voru 5 seríur komnar eða þeir klára 50 seríu. Þannig að 7. sería, hún droppa síðan bara löngu seinna að því að Netflix voru að sína Clone Wars og þá eiginlega svolítið sprakk þetta, loksins. Já, var það svo vinsælt? Já. Og þá keyptu þeir náðu einhvern veginn að semja við Lucasfilm að leyfa þeim að droppa, það voru 6 þættir tilbúnir eða eitthvað, í seríu 6 og síðan líða 10 ári viðbótið eða eitthvað og þá allt í hennu fær Dave Filoni að gera lokaseríuna. Seríu 7 og hún er svo fucking sick. Eða allan að loka 4 þættir. Já, loka 4 þættir. Já, síðustu 4 þættir eru geðveikir. En líka bara animationið, það er eiginlega, sko, við erum allir líka animation fans. Og ég myndi bara í fyrsta lagi segja að þetta er bara besta dótið sem Bandaríkin er að gera í animation er eiginlega það sem Lucasfilm hafa verið að gera. Já! Og svona undanfæri, sko. Upp á Luke sérstaklega, og sérstaklega 7. sería, sko. Já. Hún er, alveg það er mikill munur á milli seríuna fyrst mér, sko. Og þú sérð, þetta er svo gaman að horfa á, það verða betra. Já, ég veit. Og Rebels tekur svona við keflinu, fyrsta sería það er svolítið röff líka. Já, mjög röff. Hún er Og svo það. verða þeir bara hella flottir, sko, animation. Og síðan komum við Clone Wars seríu 7 og þá okkur þín sérðu hvernig þeir eru að nota það sem við erum búin að læra í báðum þáttum. Og þá ertu bara, þú veist, Maul er í henni og Ray Parker kemur bara aftur til að motion kappa fyrir fight. Þannig að þetta er basically bara Ray Parker að fighta sem Maul, skilur. Í Rebels? Já, Nei, í Clone Wars. En þú veist, það er samt CGI, skilur, eða 3D animation. mókappa, Hann mókappa. Og það færðu bara, þú veist, það er top 5 bara uppáhalds Star Wars fightandi minni, sko. Já. Það geggja, sko. En þannig að Clone Wars gerist þetta milli Attack of the Clones og Revenge of the Sith, svona mestu leiti, aðalkarakterinn Anakin náttúrulega, Já. Obi-Wan, ég meina hvað, Ahsoka. Það er mikið... Rex. Já, þú veist, það eru nokkri klónar sem fá alveg mikið rými. Captain Rex klálega, þú veist, svona mest, og hann er líka minn uppáhalds. Fives færi líka alveg slatta. Fives, Echo, þú veist, þetta eru allt klónar. En hvað kallar þér? Sko, það er líka Dooku og Grievous eru alveg... Dooku og Grievous eru... En Ventress? Ventress er það mikið. Já, Ventress mjög mikið. Og svo líka, sko, separatistarnir fá líka bara meira... Við skiljum miklu betur hvað stríði snýst þegar maður horfa á þess að þetta. Já. Separatistin er ekkert evil. Count Dooku er kannski svolítið svona, þú veist, hann stýrir þessu, separatist hliðinni, hann er svolítið að ljúga þeim og að misnota, þú veist, völdin sem hann er með, skilur, og þeir er náttúrulega allt saman partur af plottun hans, Palpatine. En þá spyr ég bara, í stuttum alveg, hvað snýst þetta stríð? Gætu þið sagt það núna? Það er ekki hægt í stuttum máli, sko. Þetta er bara aðalega, þú veist, machinations hjá Palpatine að byrja, þú veist, valda óreiðu hér og þar út galaxíðu til þess að spreda aðeins Jediðunum Disorder og Contempt og svona og
Og það sem að þessi þættir myndi ég segja sér samt sko, það sem ég tók mest að að sé ekkert endilega bara þetta stríð, The Clone Wars, heldur líka bara af hverju Jedi Orderið þarf að falla, af hverju þeir eru eins og þeir eru, af hverju Revenge of the Sith gerist, og þetta bætir svo mikið á prequels, bara öllu leiti. Verða þær betri 100% betri. Prequels, við erum allir gæjar sem ólust upp með prequels, svo fíluðum þær sem börn. Svo horfum maður á Clone Wars og maður bara gæjar, nice. Líka, ein sena sem verður svo miklu betri eftir Clone Wars, það þarna í Attack of the Clones, þetta Geonosis, þá eitthvað svona herbergi, eitthvað svona fundarherbergi og það sitja bara 7 gæjar við þetta eitthvað. Eftir að maður horfur á Clone Wars, þá er maður ekki, þessi gæjar frá Banking Clan, þessi gæjar frá Techno Union, þetta Trade Federation, og hann að nota öll þessi valdaöfl, skilurðu, þú veist, Trade Federation, eins og sest í Attack of the Clones, leiði Phantom Menace, stórt batteri, skilurðu, hann að nota þetta allt sem hann líka, þú veist, í sínu tilgangi, og þessar stofnanir eru klálega ekki að hjálpa separatistum. Það eru bara að reyna að fá betra skattaumhverfi og eitthvað. En vildi ekki líka Palpatine stýra báðum hliðum? Jú, það er alveg klálega að segja. Hann er bara puppet master, bara að vera, þú veist, ég ætla að fokka í þessum og ég ætla að fokka í þessum og ég ætla að láta þá fokka ykkur öðrum og... Hægt og rálega veikir, skilur þú Jedi hana, fær meira völdum til sín, gerir það mögulegt fyrir hann að bara Order 66, taka öll völdin og útrýma það. Þetta gerir líka Palpatine, eins og þetta gerir líka Palpatine að miklu svona, hvað segir maður, meira yfirþyrmandi þrett, hann er miklu og hann er svo meira kaldur, sko. Hann, þú veist maður, það er svo oft í þáttunum þar sem að, þú veist, hann er bara að tala við Mace Windu og þú veist bara að hann var að drepa einhvern eða eitthvað og hann er bara eitthvað, maður svona, hann er svo miklu meira svona rubbing it in their face, sko. Þú veist, það er málið við Palpatine, hann er svo mikið hroki á hann, sko. Sem er sennilega líka bara ástæðan fyrir að hann eiginlega deyra endanum, sko. Já, mér veist líka bara alltaf með Palpatine, hann er búin að byggja alltaf þetta plan til að ná öllum völdunum og svo bara á hann gett erfitt með að halda þessum völdum í raun. Við erum alltaf að fá okkur efnum hvað er verið að, þú veist, undermining the Empire og... En kemst hann ekki lengst af öllum Sith Lordum? Ég held það. Það er einn Hefur hann ekki afrekað mest? Ábyggilega, sko, það hefur verið einn annar Emperor, Sith Lord Emperor, sem var, þú veist, 1000 árum með það. Já, 1000 árum fyrir. Talum í Old Republic? Já, Vishit. Já. Hann, svona, þeir eru á svipuðu leveli, þeir eru bara svona, þú veist, þeir tveir. Nú, ok. Kobe, Jordan, Vaylor. En ekki MJ, sko. Nei. En líka, mér finnst líka eins og, þú veist, Plagueis, þú náttúrulega, nú hefur þú lesið Plagueis. Já, það er, þú veist, ár síðan. Var hann ekki alveg mjög OP, eða? Jú. Mér finnst það bara svo áhugavert hvernig þetta Rule of Two og bara þessi svik hjá þessum Sithum funkera, sko. Til dæmis, þú veist, maður pæli kannski ekkert alveg í því í prequels, en þeir eru, þú veist, ok, það Plagueis er ennþá lifandi í Phantom Menace. Þannig að Palpatine nú þegar að svíkja hann með að vera að þjálfa upp Maul, skilur við. Og síðan er hann með Count Dooku og svo Count Dooku að þjálfa einhverja Sith Assassin sjálfur, Asas Ventress, Savage og Press, þú veist. Þeir eru alltaf að plotta gegn hvorm öðrum. En það er samt svo cool við þetta Rule of Two, því Bane alltaf, hann endurveikar svolítið, minni mig. Býr hann þetta ekki til, eða? Nei, þetta var í gamla dag. Og þetta var ekki alveg eins og hann setti þetta inn, hann breytti þessu líka alveg svolítið, sko. En það er sem við gera Sith-gæðina svo cool, það er þetta Rule of Two dæmi. Fyrir eitthvað sem þekkja ekki, þá er pælingin að þeir verða alltaf öfluri. Af því að masterinn er alltaf með eitthvað svona apprentice, en lærling, misterinn og lærlingur. Ég reyna þetta íslensku orðið. Já. Ég myndi ekki segja að logi gengur. Læri faðir. Læri faðir, mistari og svona apprentice. Segjum það, ég ætla að segja það með ensku orðið. Og svo þegar að lærlingurinn, ég átt að skipta milli, verður nóg öflugur, þá hann að geta skora mistarinn á hólm og bara svo sem vinnur, er það bara betri. Þannig ef að lærlingurinn vinnur, þá tekur hann sér annan lærling, svo bara heldur þetta áfram. Þannig að þeir verða alltaf bara öflugri. Það er alltaf svona kenningin að þeir ættu að vera öflugri. En það sem að fucking Palpatine gerir, hann gerir það ekkert Plagueis. Hann er bara svíkur. Já, drefur hann í svefni. Já, þetta var eitthvað þannig. Hann stingur hann held ég bara þegar hann sofandi. Ég man ekki þessu hvernig það drefur hann. Það er ekki eitthvað fight. Það er ekki bara, herru, ég er betur þú. Ég ætla, Bane þarf að berjast við lærlingi. Já, þú veist, ég meina, Bane þarf að berjast við lærlingi sinn. Og hún er með þess að sko, kann Sith sorcery.
Ok. sem er sem er mjög OP. Hann hefur ekki lesið það. Einhverja, nei. Nei, ég hef Ég hef kynnt mér samt það ábyggla allt sem um er Bane. fucking geðvægt. Það hefur ekkert verið talað um það neitt í myndunum. Og hann er pínu svona, og ég ætla ekki að spoila, en hann er svona pínu, ok, hann er fucking öflugur, sko. En hann er pínu svona, ok, hún er mistari svolítið þessu, ég er ekkert nógu góður í svona Sith Sorcery dæmi. Þannig að hann er líka smá svona efast, ok, þegar kemur að því, muni geta tekið hana. Já. Og hann er með konu sem lærling, sem er, Hvað heitir hún? eitthvað að seta, ég er búin að fucking gleyma, ég ætla að googla, en þetta er kúla. En talandi Darth Bane, það er ekki eins og Adam nefndi hérna áðan, það er eitt story arc, mér minnir að sé Series 6 af Clone Wars, já. þar sem við sjáum, þú veist, anda Darth Bane. Og þess að leikin af Mark Hamill. Já. En þú veist, það er svona gaman, hann er það merkilegur Sith, skilur að þeir taka hann úr Darth Sanna, já. En hún var fucking cool líka. En það er geggjur saga, en það er pælingin, það verður alltaf öflugri, en svo alltaf verður þetta bara svona útþynnt af ykkur svona skítalum. Að það buggaði Bane svo mikið, þegar Bane saga byrjar, þá var bara fullt af Sithum. En hún veist bara að vera drast. Og þeir voru alltaf að drepa hvort annan og eitthvað internal conflict og eitthvað svona. Þeir náðu aldrei einhvern veginn að koma saman að einhverju einu markmiði. Þess að voru aldrei þrett, sko. Og hann vildi freka bara, Bane byrja líka að fara svona subterfuge dæmi, þú veist, hann fer svolítið svona... Hann tekur dirty tactics. Já, ég meina, hann er líka Sith. Hann er vondur, já. Hann er Sith Lord. Þetta er ekki góði gæjar. En hann vildi koma í veg fyrir, þú veist, að það sé allt þetta backstabbing og kjaftaði. Þannig já, það er ekki stöð. En ég ætla, sorry. Ég ætla bara að segja, það sem truflaði mig samt við Rule of Two, er ekki alltaf eitthvað knowledge að glatast, skilur við. Þú drepur alltaf, þú veist, þegar Palpatine drefur Plagueis, maður veit ekki hvort hann sé að ljúga, hann er alltaf að ljúga, en þú veist, þá gefur hann í skína einhver magics sem að Plagueis kunni, hann ná ekki að læra það. Plagueis er að reyna að gera það, Plagueis er að reyna að gera það þegar Palpatine, það er að endurvekja eitthvað líf í rauninni. Palpatine að drepa Plagueis eins og hann gerir er klálega frávik í náttúrulegu, þú veist, progressioninu í hjá þeim, að því að væntanlega eins og segir, oftast er þetta, ok, ég skora á þig núna er bara komið tími til þess að... Já, ég er búin að læra Ég er búin að læra, skora á þig. Einmitt. En þess vegna líka er þessu Sith Holocross. Þau geima eins og Bane fyrir að eldast við þá. Og þarft með þess að nota, þú veist, Darkseid til að opna. Palpatine dabbled í Sith Sorcery, sko. Já, er það? Já, ekki mikið, sko. Maður sér það svona aðeins til dæmis í Rebels. Já, það er ekki talað mikið, það er bara ekki neitt í bíómyndum. Ekkert í bíómyndum, en hann fór ekkert, þú veist, hann fór ekkert alveg ónýða, sko. Af því að hann er hrókafullur og hann er bara komin á þann stað, hann er bara, þú veist, það sem ég veit er bara nóg. Já, hann verður aldrei, hann klárlega, Palpatine, lítur á þetta hannig, að það er aldrei neitt að fara að replace. Nei. En ég held líka sem þetta Sorcery-dót, ég held þú þurfir að vera, kannski hafa okkur meðfætt að hæfir eitthvað til þess að geta orðið svaka góður í því, sko. Já, það er eitt sem við rættum líka áðan áður nú komið hingað þú veist, sem er rettkona svolítið í Ahsoka, er þetta með þetta midi-chlorian count, sem að kemur í Phantom Menace, það sem er sagt, þú veist, ok, hann er með over 9,000 midi-chlorians, og þá getur hann, þess vegna er Anakin svona öflugur að því hann er með ógeðslega mikið midi-chlorians, en þetta er samt, þú veist, það er basically bara svona hversu susceptible þú ert við að læra forsið. Allir geta lært þetta, sko, en það er bara aðrir sem eru bara hæfileikaríkari, eins og íþróttamenn, það er bara sumir sem eru stærri og sterkari og fljótari. Sumir eru betri gen. Sumir eru bara með betri gen og þetta er bara basically það, sko. Þú getur alltaf lært fótbolta, en það er alltaf einhver sem verður betri en þú. Já, þú veist, það þarf ekki því að vera Messi. Nei, einmitt. Þetta er bara... Fyrir mér er þetta líka, þú veist, að vera attuned við máttinn er ekkert bara, þú veist, hreyfa sér. Þú veist, það er líka bara eins og Donnie Yen karakterinn í Rogue One. Einmitt. Hann er klárlega force sensitive, þú veist. Hann gætt skinja að það væri Kyber-kristall fyrir fram að sig og hann líka bara þegar hann er að berjast, hann er klárlega ekki alveg blindur, eða þú veist. Hann er að nota fossið til að skinja umhverfið sitt. Hann sér öðruvísi, sko. Ok, Clone Wars. Eigið þið eitthvað svona uppáhalds karakter? Og það má auðvitað vera karakter sem eins og það gæti alveg vera Anakin þó hann hafi komið í eitthvað öðru. Ég ætla að skjóta, ég ætla bara að hendi í Captain Rex. Ég var að hugsa Rex, sko, ég hugsa Rex, en ég bara fór að segja að vera ekki að segja saman þú, þá verð ég bara að segja Ahsoka. Mér finnst Ahsoka geggjuð í Clone Wars. Aron? Já, ég ætla að koma með Ahsoka. Ég elska Ahsoka. Og ég fíla líka bara einmitt, hvað er bara að sjá mikið og langt tímalega og í 3 mismandi stílum.
Já, mér finnst það geggja. Clone Wars, Rebels Rebels, og svo í Ahsoka. leiknu. Svo í raun og öru einhverjum fleirum, þú veist, Forces of Destiny, bla bla, Já. kannski ekki alveg sem skipt öllum máli, en þarna, já, hún líka það sem er svo sniðugt, er að, þú veist, í fyrstu seríu, þá er hún basically bara óþolandi, og það er bara viljandi. Er hún ekki bara krakki? Jú, Hún Unglingur er eða eitthvað? bara Padawan. og svona hægt og rólega að sjá að hann að fara að vera aðeins vitrari, skiluru, og bara minna böggandi, og það svona, þannig að maður svona eins og Anakin nennir sér ekki neitt fyrst, sko, hann er bara eitthvað, jú, líka, þetta er náttúrulega mjög furðulegt, þetta er hluta ádeilunni, það er bara eitthvað í stríði, og þá ætlum bara, hei, þetta er 14 ára stelpa, og þú átt að hafa hana með þér, skiluru, í stríði, þú veist, þetta er náttúrulega, Já, það kemur svona, þú veist, bara á myndir. Byrja bara á því, bara, já, hérna er 14 ára stelpa sendi stríð. þú veist, þeir eru Og strax að sjá eiginlega hversu- í bardaga, sko. Þú veist, hugmyndafræði Jeddana er orðin brengluð. Já. En voru þeir ekki alltaf búin að gera það? Jú, eða þú veist, Gegnum Jú, en þetta tíðina? er bara til þess að sína þér hversu brenglega þetta er. já, Þetta er, þú veist, eins og ég segi, þetta er bara Clone Wars sýnir bara á hvítu og svörtu af hverju Jedi Order það þarf að þurrka því út, sko. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara, þeir eru svo löngu búin að abandon það sem þeir eiga að vera að gera, sko. en síðan er, þú veist, með svo, þú veist, eitt af því sem ég held mest upp á þessum þáttum, er hvernig þeir svona, þú veist, klónarnir fá svo rosalega mikið persónleika, sko. Já. Og þess vegna líka, þú veist, hann er hérna Fives, þú veist, hann er eitthvað CT 55555, þú veist, það bara byrjar að kalla hann Fives, þeir eru alltaf að leiti að fá einhver nicknames. Já, það er bara klóntrúper, Já, Clone Trooper, já. skóntrúper eða... Það er klóntrúper. Klóntrúper. Og þú veist, þeir eru, þú veist, að gefa okkur með öðrum nöfn, og þessu nöfn er oftast vísun, just Echo, það er Echo er alltaf að repeata orders, skilur við, sér ekki orður, hann eitthvað kallar á alla og þeir eru alltaf bara eitthvað, við heyrðum þetta, skilur við. Það er Echoes. Þannig að, þú veist, líka Dee Bradley Baker sem voicear klónuna, hann bara vinnur svo fucking mikið þrekvirki í þessum þáttum. Já, hann er alveg rosalegt það sem hann er, þú veist, hann er að tala fyrir stundum bara 60% af öllum í þáttunum. Þú veist, í En Bad alltaf Batch, verður þessu rödd, þá er það? Nei, en bara svona, þú veist, Svona þeir eru litlu öðruvísi munur. persónuleikar. Já, þeir eru ekki allir saman persónuleikin, sko. Já, já. Gefur svona sérstætt flair. já, Og þeir eru allir eitthvað að customize hjálmana sína oft og búningana sína og eitthvað svona, að gefa þeim svona smá líf af því að þeir eru bara, þú veist, einhver CGI búningur Já. og superimposed haus í... Hvort fílið þið, fyrir ekki aðeim, hvort fílið þið betra þessu klónar eða eins og ég meni í orginal þríleiknum það og er það bara, ekki bara stakir menn jú, jú, Jú. jú. Ég dýrka klónakonceptið og við erum að tala meira um það þegar við komum aðeins inn á Bad Batch á eftir, að það er svona áframhald á sögunu þeirra, hvað gerist eftir stríðið, af því að þá alltaf þeir eru vera með einhvern risa her af einhverjum gaurum sem er að eldast hratt og þú bara, þú veist, En er ekki bælingi, eru þeir ekki bara stormtrooper? sumið, eða sko, málega, Ég þeir, held þú það, veist, sumir. þegar komið á Original Trilogy, þá eru allir bara gamlir. Já. Og Þá út er af það þeir- allir dottnir úr. Já, já, eldast já, hratt, já, sko. Og það er basically sagt að sumið er að verða líka, þú veist, yfirmenn og þjálfarar og svona, en Empire er basically fyrir bara mjög illa með þessa hverja, sko. Bara eins og... Þeir lítið ekki á þetta sem fólk, sko. Þú veist, Kemur Þeir eru það bara- fram í Clone Wars? í Já. Bad... Það Já, kemur- Stu Clone líka, Wars, jú, það er Clone alveg- Wars. það er alveg stór þáttur á því Clone Wars það sem er þarna, hvað heitir hann, Jedi gæði með 4 hendurnar hana, heitir eitthvað Já, The Umbaran Campaign, þarna Jedi... ég man ekki hvað hann heitir. nei, hann heitir þarna, það er eitthvað gæði og það er alveg hjút Það er hella stóri, Já. sko. Það er einhver Star Wars nördun að hlusta. sem er að rífa úr sér hárið, sko. Come on. Vitið ekki hvað hann heitir. Það er líka, ok, það það er er svo cool. 3000 karakterar það er ekki hægt að muna nöfnin á Hann er öllum. eins og Dex í Dex's Diner, þú veist, það reis, svona reis og stór Jedi. Já. Og það er eiginlega ándjóks er eitt besta nánast ef að þú ert bara að fara að horfa á 4 þætti af Clone Wars, horfa á The Umbaran Campaign, sko, það er hella, sko. En samt ekki bara, það er fokkið mikið að koma Já, fokkum mikið að góða og þá fara þeir út í þessi sentiment sérstaklega það sem gæja út í, þú veist það er hort niður á þá af því að þeir eru bara klónar Já, þeir eru Já. bara búinir til þess að deyja og svo bara Er þetta góðir hermenn? já, þeir eru það er mjög góður miklu öflugri heldur en droidanir, skilur og Já. það er líka svolítið, þú veist, Republic er svolítið svona, ok, þú veist 10 klónar á móti 50 droids, skilur en á sama tíma þá er separate þess að tæknilega sé bara eitthvað skemmi ykkur róbóta og meðan þið eru að, þú veist, búa til fólk til Líf að til að drepa. Já. Þú veist, þetta er líka hluta ádælunni, skilur, það er ekkert eðlilegt við það að þeir sé að fungir reyka hann her og líka bara aðstæðarnar sem að þeir, hvernig þeir fá herinn, það er náttúrulega bara plotti á Palpatine og Dooku, hvernig þeir nota Sifo Dyas til þess að pantirinn her hjá Kaminoans, Já. þeir questiona þetta aldrei. Þeir eru bara, við þurfum hann her, hann er kominn, bara let's go og þetta náttúrulega endar að hvernig þeir deyja bara.
Já, mitt. Og það Palpatine er búin að setja í það á Bara forrita inhibitor á. chips. Þannig að Þeir eru bara þegar- með svona chipu sem bara þegar hún aktivetar þá bara, þú veist, sem er geggjað einu þætti, það er einn, Já. var ekki Fives? Nei, hver var það sem nei, var? það er einhver annar en Fives Er Fives mjög kom stór. staði, vitnað, já, Fives verið vitna. Það er einn inhibitor chip hjá einum gæjunum bara... Virkar ekki. Nei, bara... Byrjar að bara virka á aktiverast. snemma. Já, Þannig að hann bara allt í fyrir gang. order 66 og hann bara skýtur Jediinn fyrir fram að sig, skilur. Já, bara áðurna. Já, Allir Já. aðrir eru búin að gera, bara hans malfunctionar eitthvað. Við erum eins og horfðum á einn af þessu þáttum um daginn, eða bara fyrir vikunni, geggjað þættir. Það er líka eitt sem er að gera svolítið vel í Clone Wars, sem að ég myndi segja eigi minna við hinna þættina, ekkert eitthvað galli við hinna þættina, en þeir eru að leika sér með genres. Það eru sumir svona Hitchcockian þættir. Já, Það er já, einn þáttur sem er bara basically svona tribute á TSX 1138, við veit ekki hvort ég hef séð það, en það er Þáttur hann sem að Maul kemur fyrst. næst fyrsta myndin hans Lucas. Já, ég veit hvað mynda er, en ég hef ekki séð hana. Hún er alveg cool, sko. Hún er svona svolítið psychedelic, svona, erum við að lýsa því, myndi tjekka á henni. Ég verð að spyrja ykkur eitt, svo náttúrulega höldum við áfram líka, svo við náum að cover þetta í kvöld. Við verðum með þetta til 3 nótt. Nei. Darth Maul. Hann er auðvitað lítið í Phantom Menace. Ég minnst það gæðum karakter, ég minnst það bara svona gæða töff, cool að sjá hann berjast og hann bara Geggjað design. fer bara í, já, geggjað design, hann með double-set lightsaber og svona og hann bara bestu 2 Jedi á sama tíma, gæða töff. Svo bara er hann skorinn í sundur og hann dettur niður hann eitthvað hólu. Eða gerum Hvað svona Star Wars hólu. Star Wars hólu. Ventilation shaft. Hann kemur í Clone Wars, eða ekki? Jú. Ég var alveg að sé, ég fann að ruggla pínu saman og Rebels og Clone Wars. Já, Hann kemur aftur og hann fælir svona cool sögur. Já, Eða það var sögur. geðvægt cool sög. Hvað, þú veist, náður að gera eitthvað meira meðan, heldur hann í prequels, áttan að koma aftur, áttan að deyja bara í Phantom Menace, hvað finnst ykkur? Þú veist, talar hann eitthvað í Phantom Menace? Já, hann segir hann 2 segir- línur. Já. Hann er dubbaður af þarna Peter Serafinovich. Já. Er hann ekki talað um Palpatine á einhverjum svölum einhvern tímann? Jú. It will be Jú. done. Nei, hann segir It will be done, master. at last we will reveal ourselves to the Já, Jedi. hann er held ég með 2 línur. Já, ok, það er tvær þá. En það var einhver sem spurði mig um daginn, bara akkurat að þessu, bara hvort að ég hefði fílað sem ég gerði við hann í prequels, hvort ég fílaði hann meira eftir það. Og ég sagði bara, gaur, hann er alltaf hellaður í Phantom Menace, en þess að gerir ekki neitt, sko. Hann er engin Þú veist, ég veit ekki karakter. hver það er, skilur við. Nei. En eftir Clone Wars og Rebels, þá dýrka ég hann. Já. Þegar núna er þetta persóna, sko. Já, hann fær náttúrulega Já. ekki meira persónu sköpun. Og Mikið það meira. er bara eðli málsins samkvæmt svolítið. Grievous hefur ekkert, það er ekkert að backstoryina hans í Revenge of the Sith heldur. Nei. Þetta er kannski svona gallir við prequels. Ég er bara að pæla að því hann deyr innan gæðslappa í Phantom Menace. Og ég gef þeim líka alveg, Áttan að koma aftur. ég gefði þeim að þú getur púlað þetta svona, eitthvað svona, já, hjarta hans og allt dótið er bara hér, þú veist, af því hann er skorinn við mittið. Þú getur ekki púlað þetta oft, en þú mátt púlað þetta einu sinni að segja bara, já, þú veist, þessi geimvera þarf bara ekkert fyrir neða mitti. Er það ekki? Svo náttúrulega er líka The Dark Side. Þú veist, Dark Side er alltaf Já. að halda, hatrið er að halda lífið. Hann hatar Obi-Wan. Og hann hatar Palpatine. Og Ég hatar hatar Palpatine. Palpatine Obi-Wan. Það er Og hann bara bara... heldur hún gangandi. Og bara alveg til dauðadag, sko. Og líka, af því að þú nefnir þetta með bara Sithana, þetta er eitt af það sem ég fíla við, þú veist, Disney Star Wars, þetta er svona semi-heimskulegt, þetta er alltaf að gerast, einhverjum Sithar sem lifa af, en basically verið að establisha það, þú veist, þeir alltaf bara vilja ekki sleppa lífinu, þeir bara sökka sér í hatrið og haldi í þetta, skilur, á meðan Jedi þeir bara, þú veist, samþykja döða, skilur. Já. Þú veist, Qui-Gon, kannski hefði hann bara getað törnað og bara, og orðið ívúl eða eitthvað, En skilur. er þessi það er ekki skemmtilegri? 100%. 100%. Erum við allir saman það? Ég er- Krummi Ég sagði er nei. eiginlega ekki þar, sko. Ég er alveg sammála. Jedis eru boring. Með af Sith? Sko, Republic Jedi er fucking boring. Já, Þessi veist- brenglega regla sem eru bara, þú veist, fylgja ykkur reglum sem að, þú veist, einmitt, er enga veginn í samræmi við það sem ætti að vera í gangi, eða... Hvað er með einhvern skemmtilega Jedi? Hvað er það að tala um? Þú segir eitthvað Republic Jedi Kanan Jarrus. Kanan, já, ég ætla að segja, Kanan í Rebels, það er allir mjög skemmtilegu karakter. Ok. Og hann er mitt, þú veist, hérna, Hann er Padawan. þegar Já. Order 66 gerist og er ekkert orðin fully trained Jedi en þarf að taka að sér það hlutverk í þáttur, Ok. í gegnum söguna. Já. Ég bara spurja, ég Það meina, máli líka- fokkin sjáðu þeina veitir á bólar mínum. Ykkur, þetta er Það fyrir hella- einhver sem er að hlusta. Ég gefti mér nýja ból. Fór bara í Hella Nexus ból. á hann. Hann er Ó, feitur, bolla. sko.
Hæ? Líka, þetta er geggjað boll, þetta er svona samurai Já, inspóið. eitthvað Japanese, eitthvað. Þetta er cool. Já, hvað segir? Sko, mér Jediðir, finnst sko- Gummi. Hvernig ætlar að... Nú kemur með rant. Hvað er með rant? Sko, já, eins og Arnold segja, sko, Republic Jediðarnir, þeir eru náttúrulega, þú veist, ég vil eiginlega bara meina þeir sé ekki einu sinni Jediðar, sko, af því þeir eru bara uppfullur að hróka. Hvað er að Mace tala? Windu er í Ertu að tala um Mace fucking Windu? ruglinu. Ertu að tala um Yoda líka? Ég ætla að gefa Yoda, Já. hann er klálega misguided, en hann virðist alveg aðeins, þú veist, viðhorfið hans virðist eitthvað skána á milli Eftir prequels og þetta- sequels, original. Líka, hann á svona, í story-arkinu sinni í Clone Wars, þá á hann ákveður svona twist, þar sem hann svona fer aðeins á réttari braut, Og en hann er samt ekki, Já, mér finnst hann líka alveg vera kannski stór partur af þessu vandan. Bara, þú veist, paldi að hafa einhvern þingmann í embætti í 300 ár. En það er líka málið, þeir eru svo nátengdir inn á Republicið. Þeir eiga aldrei að vera það, þeir eiga aldrei að vera að taka þátt í einhverju stríði fyrir Republic. Stríði eða er rauninni eitthvað svona stóra Líka- pólitíska ákvörðun. Því að separatistarnir eru líka sko tæknilega sé bara að leita sjálfstæði, sko. Já. Og þeir eru bara nei. Bara, það er svona svolítugróf. Og mér finnst eiginlega áhugaverðast að Jedi línan í prequels, það er þegar Mace Windu segir Yoda bara eitthvað, þú veist, eitthvað svona, eitthvað, þau veit ekki að við erum hættir að byrja að geta skynjað eitthvað fundi fyrir framtíðinu því sem er í gangi. Þeir eru að viðurkenna við hvern annan að þeir eru bara að missa eitthvað touch við máttinu og eitthvað, en þeir vilja alls ekki að aðrir viti það, sko. Þú veist, þeir eru í bullinu og þetta er eiginlega eina línan sem svona virkilega segir að bara skýrt á blaði í þessum myndum. En hvað klikkaði það hjá Jedis? Þú talar um þetta með hann að bara, já, nú skil ég, þegar þú horfður á Clone Wars, þá skilur nú veit ég af hverju að Jedin þurft að falla og allt þetta. Og það er þú sem úkislega fyndi með einhvern mannin og þingið eitthvað í 300 ár, þú veist, það er ekki gott. Nei, það er ekki gott. Er þetta bara, þú veist, hvað klikkaði? þetta er orðið svo mikið circle jerk á milli þeirra, þeir eru allir bara, þú veist, bara að ýja undir ákvarðanir annara, bara eins og Aron segir, þú veist, þetta er bara einhvers konar Eru þeir ástofnir af völdum? Er það Ég máli? held Vilja meira ekki slæm er völdum? urðu Er það að bara- taka þátt í ykkur sem þeir ekki taka þátt í? Já, ofur þú veist, þeir trú eru líka á sig. orðið, þú veist, embætti í ríkistjórn. sem er eigi ekki að Núna vera. eru þau bara, þú veist, þurfa að gera þessu ríkistjórnunar ákveða. Í staðin fyrir að vera, þú veist, utan aðkomandi, vald, sem ætti að vera rauninni bara svona friðarsáttmála, Eins og ráðgjafar já, frekar eitthvað friðarsáttmála svoleiðis. eða eitthvað. Einmitt. Þú veist, þeir eru allan að vera fucking Swiss. Já, þú veist, þeir eru ekki að vera virku þáttangandi, Og skilur. þeir eru líka alveg, þú veist, ég veit þessi lína hjá Obi-Wan í Revenge of the Sith, only a Sith deals in absolute, sem er alltaf fáraleg lína, af því já, hún- allan tíman í Clone Wars, það er ofta bara að mæta okkur plánandi, bara, þið verða að gera þetta svona, þú veist, En þetta er líka fáruleg lína að þessi lína er absolutt. only a Sith deals in absolute. Það er geggjur lína, sko. Ég myndi líka að halda að, þú veist, fyrir 500 ára síðan, þá er ekkert verið að treyna börn í, þú veist, geislasátækni. In open combat. Já, freka bara, þú veist, hérna lærum máttinu og hvernig Já. þú ert að tengja mættinum. Þeir eru miklu meiri hermenn Já, heldur en bara, þú veist, heldur finna en einhvern einhvers konar- krakka bara á okkur plánum. Þegar þú kemur mér, Já. ég ætlum að gera það hermanni. En þeir segja sjálf, ég man ekki hver sem segja það. Er það ekki Obi-Wan bara sem segja það? Við erum ekkert hermenn, við erum einhverju diplomatar eða... Já. það er líka failure hjá Obi-Wan rosa mikið í Clone Wars sem að er bara náttúrulega með prequels líka er, þú veist, Obi-Wan question oft þessar ákvarðanir og allt svona og fer oft gegn þeim en hann samt törnar alltaf einhverju blind eye Já. við þetta, hann er svo meðvirkur Andjóks. það er ógæslega mikil meðvirkni í honum Obi-Wan Kenobi er svona, hann er alveg top 3 uppáhalds Jedi mínu, sko. Top, Er það með Clone Wars að bara yfir bara höfuð? yfir höfuð, sko. En hann er nefnilega, hann er flawed karakter. Já. Það er alveg cool. En hann var svona, hann var oflawed í Obi-Wan Kenobi, sko. Við Disney þarf náttúrulega aðeins að fara að slaka á með þetta hetjurna hennar, það verða bara þunglindar og hægt að hafa trúa sjálfum sér dæmið, sko. Þetta er svona, Og þurfa konu þess að bjarga. já. eða litla stelpu sem Ég er að segja kona, sagði það, þú veist stelpa. Já. Ok, höldum áfram. Clone Wars, gott stuff. Ég er bara að covera, þú erum búin að tala í klukkutíma eða eitthvað. Við erum alltaf að byrja þér. Clone Wars sem þú tala um það á Gummi, þeir gera eitthvað ákveðna seríur, svo kemur eitthvað pása, svo fara að klára. Þannig áður fyrir mér Rebels og Bad Batch og Mandalorian og þetta leiknæmni, þá þurfum við að tala um að Disney auðvitað kaupir Lucasfilm. það er huge Það er huge. Hvað ár var þetta kaupir? 2011? Já, er það ekki bara? 2011, 12? ég held að, Þannig. kringum það. Og bæði, þau keftu þetta líka
á fucking, finnst mér litla upphæð, sko. Þú veist, það var bara 3 árum setna, það var bara Connery Plus, eða eitthvað. Já, ok, eftir Force Það er líka Awakens. bara sem þeir kiptu Marvel. Já, þú veist, getur þetta Marvel bara klink, bókstaflega. Með að bara græða maður. Ándjóks. En ok, þeir kaupa Lucasfilm, Disney, og tilkynna ekki bara fljótlega eftir það? Jú, var ekki bara sama, bara þegar tilkynna söluna, þá tilkynnaði bara nýr þríleikur. Já, Það ekki. bara við erum frá að koma með nýja myndir. Aha. Og ég man eftir þessi tímabili var ég bara eitthvað, þetta er gæðveikt. Hæpið var unreal. Fyrir Force Awakens, Já. bara að trailerinu kom Já, út, allt ok. þetta. Geggja trailer. Já, Já, maður, flottur trailer. Millennium Falcon fucking swoopa þarna í Geðveikt, eðimörkinni maður. sem er ekki Tatooine, why the fuck, en... Og svo sjáum við líka Kyle og þannig kveikir á geislasverðinu. Já, Finnst þér að sjá með eitthvað svona öðruvísi Já, geislasverð? eitthvað öðruvísi design, sko. Já, Já. Shit, hvað þetta var geggjað trailer. En ok, bara stutt, ef við tökum bara sequel 3-leikin, Já. það er alltaf Disney-dótið. Filoni er alltaf ekkert þar. Nei, ég held að komi ekki ekkert neitt að því, sko. En á Ég þessum held tíma ekki, sko. er hann að gera Rebels. Þú veist, þannig að hann er Já. ekkert farin frá Star Wars. En En bara er ekki Rebels eftir Force Awakens? þú veist, kemur út eftir. Já. Já. Er það ekki eftir 2015? Jú. Kemur kannski bara byrja hann að svipa leit of Force Awakens. Já, 2014, held ég. Indie Bara svona, má slæta, ég hugsa hluti ástæðinu fyrir að Disney cancela Clone Wars en svo henda þér í Rebels 2014. er að þú veist, per þáttur af Rebels í seríu 1 kostar bara eitthvað svona 20% af því sem Clone Wars voru farin að kosta. Það er miklu lægra budget, sko. Ok, sorry, ég var rugglað. Rebels er á undan, myndi að það er komið eftir Force Awakens? Ef þá taka Rebels spjall eða En mér finnst sequel allt í lagi að taka bara smá síkulspjall núna. já. Ok, höfum það samt svo frekar stutt, Já. en það er alltaf ekkert Filoni. Þau verður alltaf að koma með eitthvað svona, eitthvað að punta. Hvað? Sko, þú veist, við getum allir talað um það. Ég veit það. Við erum ekki að vera að gera það. Nei, alls Við ekki. myndum bara frekar stutt. Hvað finnst ykkur um þessar framhaldsmyndir? Sko, mér finnst það allar einar og sér ekkert eitthvað hræðilega, sko. Þú veist, meira að segja Rise of Skywalker, hún er nefndar alveg, finnst mér by far verst, en hún er allavega töff, sko. Þú veist, góður hasar. Ég fer ekki eins og þangað. Nei, ég fer ekki þangað, sko. Ég get ekki tekið undir það með þér. En ég, Komið út sko, inn í liðið. það dó eitthvað inn í mér þegar það er sína að það bara eitthvað tens of thousands af einhverjum planet destroying, star destroyerum, þá tapa ég út, sko. Þá er ég bara, what the fuck, sko. Bara... Exegol er eða enda eitthvað. í byrjunin á myndinni. Somehow Palpatine returned. Það er Palpatine return. Sith magics, cloning, dark side of the force. Eitthvað maður bara, Ok, yfir höfu, þú segir þessi ekkert... sko, Ekkert hræðilegt. Ekkert hræðilegt, þetta er fucking hræðilegt, sko. En bara einar máli er, ég verði að segja Ég er ekki að skilja hvort að segja. Nei, sko, það er eitt Er það myndband. gott eða ekki? Nei, máli er, það eru bara að gefa svo mikið, allar þessar myndir, gefa skít í allt annað, skilur. Force Awakens gefur feitan skít í prequels. Já. Það er bara, Hvernig þá? það er bara ekkert element úr prequelsunum sem er í þessum myndum. Og fucking, meira að segja skorið, hans John Williams, ég held að við sem alveg miklu leiti sammála um að einhver bestu lögin í Star Wars er í prequels. Já, ég samla. Samla. Og þeir nota ekki neitt af þessu, í staðan eru bara alltaf að nota sömu fucking lögin úr original og fárulegum stöðum oft, sko. Bara hvað, núna er Luke að lifta þessu skipi, þannig að spilum bara lagi hans Yoda, af því að Yoda gerði þetta, sko. Já. Þú veist. En þarna, Ég er ekki tekað til því, en fyndi. nei, það er bara, þetta er mjög grillað, sko. Ég myndi horfa á þetta, því líka John Williams fær bara búið til svona 2-3 ný lög, sko, fyrir sequels. En hann bjóð til 30 lög eða eitthvað. Bara nota ekki það, þessu. Ok, ég veit ekki ennþá hvernig þið fannst þetta, en ok. Mér finnst, sko, ég hef svona love-hate relationship við Force Awakens, af því mér finnst Force Awakens ekki skelvileg mynd. Hún er bara svo ógeðslega safe. Já. Þetta er bara New Hope 2.0. Og, Þetta er basically bara endurgerð. já, Þetta er basically endurgerð. þetta er, og þetta á við bara sequel trilogyna. Þeir eru bara að reyna eitthvað svona, eitthvað að, þú veist, endurveika einhverja tilfinningar í, þú veist, original trilogyna. Já, það var að gera bara einhverja nýja sög. Já. Og af hverju í fokkanum, við hefum rætt það svo oft, af hverju í fokkanum er ennþá verið að nota sverðans Anakin? Já, bara- versta ábyrgðin. Fokki geislasverð, þeir Þeir brutu eru það. fucking teipa þetta fucking sverð. Á, fuck. Þeir teipa það saman eftir mynd nummer 8. Við Aron erum þetta með þá kenningu að það er bara því þeir áttu svo fucking mikið til á svona leikföngum
bara við getum bara breytt þessu og selt þetta aftur, skilur. Það er eina sem mega sens fyrir mér. Þannig hafa, en þekkja bara, eru engin mörg. Það er Fyrir þessar engin dóta sölu. Ekki fyrir Disney. Ég vona sér rámt. Já, Bara við höfum svaka lagar af hverju þessu. er síðasta skotið í Rise of Skywalker nýtt sverð? Það er líka það ljótasta sem ég gera, sko. Ég hef ekki verið svona pirraður ef að þeir koma með svo nýtt sverð sem Já, er gult eða eitthvað. Þegar maður var að býja eftir Ísama í Last Jedi, það double-bladed sverðið á Rey. Af hverju er Rey ekki með double-bladed Ok, Gumi, þú verður þú að fara að róa þig. Ok, það er alltaf Þetta er heitt mál. Þetta er heitt mál. Hún er með hennar stað. Adam, þú talaði um Force Awakens, ekkert hræðileg kannski. Nei, en hún ekkert hræðileg. safe, en Last Jedi og Rise. Ég er Last Jedi apologist. Ok. Ég er búin að fá lokkar Já, það. ég og Óli Máni erum samtaka þar, sko. Óli og Máni eru báð þar. Já. Og líka Tómas Gauti, hann kom til mín hérna í Star Wars Dot. Þú var svo léleg fyrir þríleikin. Já, hún er ógstlega léleg fyrir þríleikinn og því að hún er að reyna að segja, þú veist, sko, Force Awakens segir fuck you with prequels, Já. Last Jedi segir fuck you with Force Awakens, Og Rise of Skywalker segir fuck you Last Jedi. fuck you Star Wars lovers. Já. Bara fuck you Svo er everyone. líka eitt sem sko, við Aron höfum fucking mikið talað um. Því að sko, núna erum við hérna þrír að tala um þetta saman, við þrír erum bara 24/7 að tala um þetta dóta allt. Þú voru bara að tekið upp. Sko, við vorum að horfa á 4. þátt af Ahsoka og það er sko jafnmargir tæknilega séð fleiri sko geislasverðarbardagar í þeim þætti heldur en í öllum sequels. Það eru 2 geislasverðarbardagar í sequels. Það er lightsaber og lightsaber. Já, en eru margir í upprænlega þrýlun? Fleiri, þeir eru 3. Það eru 3. Það eru 3. Þú veist, Þetta eru bara 3 í sequels. 1 fyrir nei, hvernig. það er 2. Það eru fucking, Lightsaber og það lightsaber. er Kylo Ren versus Finn og Rey í Já. Force Awakens. Já. Og síðan er, Kylo Ren og móti Rey. já, það eru 2 lightsaber og lightsaber fighternar. Og veistu, hvernig anskotanum þetta er í hug að gera prequels, það dyrka allir lightsabers í Já, prequels. Og það fara er úr það sem því, maður er að fara á Star ég er bara Wars eitthvað, þú fyrst. veist, hvað eru margir lightsaber fighter í fucking Revenge of the Sith? Þú veist, það eru 2 Nokkrir. í einu, skilur. Þú veist, og Einn svo lightsaber yfir þetta, fætt með 5 geislasverðum. Já, við erum ekki að tellja með sko Luke vs. Kylo því það er ekki fight. Nei. En ég skal alveg gefa ykkur að, þú veist, það mætti alveg tellja það kannski, ég veit það ekki. En það er samt, þú veist, það er ekkert touch. En ok, bara, svo sagt, Adam, Last Jedi, þú fílar hana. Já, við myndum kötta át þetta bjarga dýrónum hérna á kasínóplánundinni. Ef við myndum kötta það allt út, þá myndum við finnast það er rough. En ok, Það er mjög rough. Rise. skelfileg í allar áttir og ég hef ekkert gott að segja um. Ok, drasl, Aron, að ég ætla að spura ykkur sem það er svo út í eitt. Aron, hvernig finnst þér þessar framhaldsmyndir? bara hræðilegt. Það byrja líka bara það er sko bara eina fyrstu línunum í Ég ætla að reyna að vera jákvæða görn í þettinum, en ok, hvað um það? bara, þú veist, intro-listin hérna Er það í Force? Já, Force Awakens. Þannig að królið þarna. Þú veist, Luke Skywalker has vanished og það bara byrja þar. Já. Mér Er það ekki bara- cool? Það er ekki cool. En það... Þú veist, þú hefði getað haldið eitthvað áfram með þú veist, Luke söguna. Já. Í staðið bara geima hann í eina mynd, þú veist, rústunum í seinni myndinni og svo reyna að redeema hann í þriðju. Já, Þegar hann er döður. Eftir að hann deyr líka. ég verði að fá að segja áður en þú kemur með það sem þú spáhafi að málið er líka, að sem bökar mér mestu þessar myndir, er að þetta er sko bara, þú veist, Rey er Luke, Já. skilurðu. Bara öll plot elementin hennar eru bara Luke, skilurðu. Þannig að Hvað meinar með því? ég meina bara, ok, Er það sama og gerði í upprunalegt? Þetta tala um það? Nei, ég bara meina bara bókstaflega endirinn á Rise of Skywalker er basically fyrir persónuna endirinn á Return of the Jedi. Þú veist, núna ætla þeir að fara að gera einhverja þríleik með þennan New Academy með Rey þegar við áttum náttúrulega bara að fá þríleik með New Academy með Luke. Já. Þú veist, þeir basically drepa Luke til þess að gefa Rey sögunars Luke. Það er fucking galið, sko. Já, en það er, ok, þá er að koma með neitt og svo ætla ég að hlusta meira á Aron Randa hérna, þetta var mjög fyndið. En þið sjáu alveg, og þetta er, ég er ekki að fara að segja þetta að ég er eitthvað kvennhattari, en þið sjáu alveg munstri hjá Disney. Já. Sjáu hvað er að gera í Marvel. Þú veist, þetta er orðið svo ógæðislega áberandi. Þannig að það að þeir hafi gert það með Luke og svo Rey, þetta kemur ekkert óvart. Nei. Þeir En eru þetta er svo samt á klárlega, hvað séru? Þetta er samt svo mikið á undan áður en að byrja að gera þetta svo En bersýnislega. einhvers það þarf þetta að byrja, Já. skilurðu? Alltaf segja með þessi tilviljun. Nei, 100% ekki. Þetta er ekki það, þessi þeir eru alltaf tilviljun. með einhvers konar agenda
og það sérst bara. Þú getur, eins og bara við tökum Marvel, en það er svo risastórt dæmi. Þú veist, það er bara verið, og mér er orðið drull, þannig að mér er alveg sama. Og ég hata ekki Daisy sem karakter, alls ekki, og mér finnst Daisy Ridley alveg flott og allt það. Já, En þetta er svo munstur. Það er enginn að segja mér annað. Þetta sé einhvers konar tilhjulun. Þannig að það, eins og það sem þú tala þetta er viljandi gert. 100%. Bara, heldur að vera bara gender swap að lúk? Já, það ætlar enginn að segja það. Að þetta sé bara svona, að þetta axlæðist bara svona. Sko, veitu hvað, ég hefði alltaf viljað sjá með Rey. Af því að, þetta kannski hljómar smá weird að Þetta fari í af því að hún er Darkseid. stelpa, já, þá vil ég svara fyrir Darkseid. Við höfum aldrei fengið hvern Sith í myndum. Fæm, Það hefði verið hvernig cool. hefði það verið? Ándjóks. Eða, sorry, þú ætlaði að koma smá hérna. Svo, Aron, svo tekur við. Eða, það sem er gert uppalega planið með Kylo, Já. var að hann yrði andstæðu Darth við hérna Vader. Já. Hann yrði bara verri og verri og verri með myndunum. Hann Einmitt. fengi ekkert redemption. Ég hataði þar. Þarna erum við samt bara komnir út í eitthvað grunn vandamál. Þú getur eiginlega ekkert kerið þennan þríleik á bara Rey og Kylo. Þau er ekki nógu mikið, sko. Það er eiginlega ekkert annað mikið í gangi í þessum myndum, sko. En þá líka erum við að tala um það endurskráð svolítið mikið Já. eða alltaf gera það. En sorry, Aron, halt þú áfram. Þú ert ekki að fíla þessar myndir. Nei, eiginlega ekki. Bara, mér veist, vanta allt sem ég vildi úr nýjum þríleik. Ný gelsverð. Ok. Það er nummer 1. Ég elskar það. Já, ég skil það. Það er Ný bara að geislasverð. ég er að horfa á Star Wars fyrir. Hvað kallar þú nýgæslar? Ertu að tala um öðru sér lit? Ertu að tala um... Nei, bara, þú veist, hún fær fyrst gelsverð við sjáum er endar Kylo Ren, sem Já. er hella cool. Nýtt Það er gelsverð. nýtt. Já. Það eru bara 2 ný. Svo fær hún, þú veist, sverðans Anakins, sem verður svo sverðans Luke. Og svo brýtur hún það að ég læst þetta. Og einmitt, teipar það saman, sem er einmitt mestir skandal. Bara Star Wars skrifunum. Þú veist, þetta er líka geislas. Þetta er stórhættulegt tól sem þú átt ekki að vera að teipa saman. Þú veist, þú mátt ekki svona taka borvél og fucking teipa hann saman, sko. Nei, það er bara hvað allt fucking þá? stórhættulegt, sko. En Ég var bara að skjóta gleyma inn- að teipa þessu. Þetta er líka svona eins og myndlíking fyrir Rise of Skywalker. Hún er bara eitthvað, Last Jedi tók þetta og reyfði sundur og núna erum við að teipa þetta allt saman aftur. Somehow Palpatine. En Aron, ert þú ekki hrifin þá að lest þetta heldur? Nei, ég er eiginlega ekki trefnast. Ok, þá ætla ég að spyrja ykkur. Að því við erum svona flest, ég er ekkert svakalega hrifin heldur. Að þú ert hrifin henni. Þú ert ekki hrifin henni. Gummi. Sko, Þú tókst eitthvað svona skrítið rant á hann, ég veit ekki ennþá hvernig þið fannst. Nei, mér finnst þessar myndir allar, ég nenni alveg að horfa við á við, skilur mér finnst það í grunninn bara fucking slæmar, sko. En er hægt að segja eitt? Sjáum hvort þið tækja undir það. Ég veit alltaf að Adam myndi segja já. En er hægt að virða hana betur en til dæmis að ræs? Er þetta ekki ákveðið sving hjá Rian Johnson? Jú, Og einhvers konar sín? mér finnst hún best af þessum þríleik. En mér finnst hún samt ekki góð mynd. Finnst þú sérst betra fórs? Þú veist, hún er betri mynd sem bara sérmynd. En mér finnst hún vera verst fyrir þríleik. Já, og þér finnst þú bara ekki passa? Já. Eða finnst þú bara Já, þú veist, hún skemma? ítir ekki sögunni nóg mikið áfram. Og þú veist, þetta er einhvern veginn alltaf gerast á svo ógeðslega stundum tíma. Hún gerist líka bara 5 myndum eftir Force Awakens. Mér finnst það Já. mjög Á skrítið. bara 13 tímum eða Já, eitthvað. á 13 tíma. Og sko, það sem böggar mér mest við Last Jedi, það talar enginn um þetta, er að allt sem Finn gerir er, þú veist, það er svona, Fyrir að klúða það er þeim karakter. nánast pointless, fyrir utan að það er basically ástæðan fyrir að, þú veist, það fer allt í fjandans. Þú veist, Finn gerir ekkert nema skemma fyrir þarna New Republic, sko. Líka Resistance. Það er alltaf ekki að koma með svo cool touch að koma með stormtrooper sem að, þú veist, defektar. Sem er cool hugmynd! En ef leiðan er búin að defekta, þá er hann bara a rebel. Og notar aldrei eitthvað svona, já, ég veit þetta því ég var actually stormtrooper. Hann er bara alltaf bara, já, ég veit ekki. Ég er bara Með þess að þeir mæta þarna á Starkiller Base, þá er hann bara, ég veit ekki shit. Já, það er verið þetta. Hann sem þessi Last Jedi, þú veist, bara allt stúrulega hans er bara bull. er bara Þú veist, sleppa af skipinu sem var að elta. Þetta er þriðjungur af myndir, Já, þú veist, fara svo plánu til að finna einhvern hellaðan hakkara. Já, sem þeir finna er svo bara ekki. einhvern double agent sem, þú veist, hafði eiginlega engan tíma til að bara býða eftir þeim, til að svíkja þeim, en samt tekur hann með þeim, brýst inn í skipið þeirra, sko, fer að tölvunni til að hakkara, svo bara, nei, ég var að svíkja ykkur. og síðan kemur hann og þá skilur þú komast þau að því hvað hann veit ekki svona hvernig hann gat hjálpað þeim að komast að því að þau væri að fara yfir á plánundur að Já. það en ok, líka sko þetta fucking dýradót þetta er svo weird þetta er svo okkur Looney Tunes státur Já, Er það að tala um í Last Jedi? já, bara af hverju í
fokkanum er þessi mynd, það var eitthvað stór chunk af myndinni að frelsa einhverja hesta. En komið þið núna með eitthvað jákvætt var þessar myndir. Ok. Aron, ég veit að þú átt erfitt með það. Það síður á því, sko. Eitthvað jákvætt, ég meina... Snoke var áhugaverður Er það, var þetta ekki bara nýr í keisari? byrjun. Var Nei, þetta þú nýr veist, keisari? að því maður vissi ekkert í byrjun. Þeir náðu að halda svona mystery í hann, en svo bara, þú veist, komið næst þetta og þeim veit, þú veist, það var alltaf svona illusion að það væri gett Stór fyrst. Já, svo var þetta bara, Kapp. þú veist, einhver lítill gimp. Sem er samt sýndur vera bara, mér finnst það mjög skrítið, hann er fucking OP, sko. Já, þeir samt sína það ekkert. Jú, gaur. Er Hann það? púlar eitthvað svona, Forstótt. já, í gegnum, Já. hann er á öðru skipi, minni mig. Og púlar eitthvað forstótt og högsa. Hann er ógsta power. Já, en við hann sáum bara veitir ekki að það Já, bara hann er ekki jafn New hardcore. Hope. En já, veitir er líka OP, skilur. Já, en þú veist, En þarna, en en ég er svo veitir sammálaður. lítur líka fucking scary út, hann er ekki einhver, þú veist, bara Í baðslopp. Núna náttúrulega vitum við að Snoke er basically clone af Palpatine. Já, og svo líka það var það, þú veist, það dregur svo úr honum. Hann er bara eitthvað svona, Palpatine bjóð hann bara til. Já. Líka bara hvernig þeir segja það. Bara við sjáum bara eitthvað svona Snoke fóstur í einhverju fucking dæmi. En ok, kom eitthvað jákvæmt. Já, Þú eitthvað segir jákvætt. Snoke mögulega geta verið eitthvað cool. Kylo Ren var líka alveg áður karakter. Já, Adam Driver. Já, Góður. Adam Driver er náttúrulega geggjað. Já, Ég bara er hann saman, eina- Daisy Ridley er alveg Hún er fín. góð í myndunum. Það er ekki henn að kenna. Nei, Nei, Það alls sem ekki. að þessu myndum. Nei. En líka þó að mér finnst ólítið af skilmingadröfum. Það er náttúrulega að nota grislisverð oft í combat, bara ekki lightsaber versus lightsaber. En þeir eru svo Og kill. ég fíla það sem það er lúmst í þessu myndu. Þetta er svona meira svona medieval sverð, sko. Já, það er miklu meiri svona þyngd í þessum bortum. Cool stíll, sko. á Já, en þeir eru svo bandunum. oft bara eitthvað svona... Hvað meinur þú svo kill? Þeir eru eiginlega að reyna að berja þig. Er það að tala um rauninu... Er það bara að tala um barndastílin? Já. Það stansi... Og stundum líka bara er ekkert að kötta neitt. Það er bara svona... Já, Það reyndar er líka alveg í original. en svo líka... Já, það er bara út af... Sko, ef þú horfður á prequels the og times. ert með, þú veist, þegar horfður á einhvern myndbönd á YouTube, það er bara búið að analysa hvaða form er verið að nota í hverjum bardaga og momentin þegar Anakin tappar yfir á annað form og eitthvað, og svo horfður á þessa myndir og það er bara neðar allir að fæta bara eins. Þú veist, Já, það er nefnilega... en það er samt cool. Það er til lightsaber stances Já. sem er ógslag cool. Það er eitthvað svona bardaðar aðferðir Já. að stíla sig nota. Obi-Wan Kenobi er svolítið defensive, til dæmis. Er ekki að tala um ástafan hann vinnur Anakin, er ekki að það sé betur en hann, en það er bara því að hans stíl passa svo vel við stílinn Anakin. Akkurat. Og þú veist, Mace Windu notar þarna stíl sem er svona aggressív fyrir Jedi, hann alltaf jaðar eitthvað við Darkseid. Darkseid, já. Ok, hvað segir ég? Eitthvað gott, já, ég meina, Kylo Ren, Mér en þeir eru sem- alltaf eyðileggja. Það er nefnilega mál. Þeir reyndar ekkert allir gegnum myndunar. En við veist þeir byrja bara svo illa með því að fara þessa save leið. Af því að við erum að tala um það, bara eða miklu fyrir að sjá, bara byrjun á Kylo. Þú veist, hann er að treyna til Luke. Já. Við erum að sjá hann verða vond. Þú erum að tala um að basically allt áhugaverðasta stöffi gerist áður sem myndi byrja. Þú veist, okkur er ekki Bara, fyrsta hann, þú myndi, veist, okkur eyðileggur endar bara. þetta ekki á Kylo að svíkja Luke eða eitthvað, skilur. En Það var þá Mark Hamill í þessu. já, maður. Og líka bara, þú veist, í Last Jedi, hvað gerðu við Luke? Er ok. það skandall? Það er skandal. Og Já, líka bara, smá. þú veist, Mark Hamill er svo saman. Þú veist, hann er bara gett spennt að koma tilbaka. Og hann er alltaf bara búin að vera Luke í, hvað, þú veist, 40 ára þetta. En er ekki hægt að segja, nú er ég playing devil's advocate hérna, Já. er ekki hægt að segja samt, að þegar fólk á bara eitthvað, þetta er ekki Luke myndi aldrei gera þetta, Luke myndi aldrei segja þetta, en menn breytast á 30 árum. Er ekki hægt að fara rauk fyrir því? Já, málega, það sem þú ert að gera er að þú ert að koma einhvern veginn með sömu sko challenges og hann er búinn að feysa í Original Trilogy. Hann er að jáðra við Darkseid í fætinu sínum við Vader í lokin árið Return of the Jedi og í endanum kastar hann sverðinu sínum frá sér. Og þetta er basically það sem við erum að sjá í þessum flashbacks með Kylo. Hann er eitthvað svona, Darkseid er, þú veist, hann ætlar að fara að taka easy way að drepa hann bara og svo bara, nei, hvað er ég að gera, skilur við? Þetta er bara, við erum búin að sjá þennan karakter, klást við Endurtekning. Já, þetta er bara endurtekning. Sérstaklega bara, þú veist, eins og þú segir, endurtekning, hún Rey er, þú veist, story beatsin sem að Rey fer í gegnum er sama og Luke. Hún Já. er frá einhverju eyðimerku plánundu sem einhver low-life scavenger, hún hittir einhvern gamlan dút sem að kenni sér eitthvað og hann er bara gett grömpi og nennir því ekki, svo verður hann bara gett gamall og deyr Já. og hverfur. Já, og svo var hann bara gett jolly eftir döð. Já, og svo verður hann gett jolly eftir eitthvað. En þú veist líka eins og Jóta, bara, þú veist, þetta parallel, þú veist, hann fer í felur, Jóta fyrir felur, þú veist, til að fela þessi frá þessu gangi, þú veist, hann er að býða eftir að geta partað knowledge sem hann hefur, á meðan Luke er bara að flýja.
og hann er bara að flýja frá öll Og Heywood, besti sjálfan Eitt sem er sig mér sem fannst beina Heywood. action. það var cool að Luke, maður kemst að hann er basically búin að blokkera sig af frá mætturum. Það var svolítið cool svona concept, sko. Þó ég fílaði ekkert það sem ég voru að gera með hann. Þú veist, ég held að vera alveg hægt að gera mynd þar sem að hann er einmitt svona skefst upp og fyrir felur vel. En mér varst þetta ekki alveg vera það, sko. Nei. Og hennar nánasti ættingi er vondigæin. Já. Það er líka sama á með Luke. Yeah. Batabatni hans. Sér stöð ekki á þenni. Og líka svo, minn hafi verið hérna, það hafi verið hann hérna Oddur sem kom til mín með Tómas Gutta. Hann sagði að mér finnst bara svo óþægilt að hugsa til þess að keisarinn stundi kynlíf, eigi mög. Hann gerir það ekki. Þetta er Jú, sko, klónin á honum náttúrulega klóni af honum sem er pabbi defektiv, er ekki með Rey. máttinn. Já, hann er pabbi Rey. Hún er eiginlega... Kom það fram í myndinni? Nei, Jú, ekki... Nei, Aha, kemur ekki fram í það kom næstu fram í novelization. var talað hvernig getnaðan átt sér stað? Við sáum það Ég man ekki eftir því. Ég En man ekki þegar myndinni, sko. þetta kemur fram í einhverju bók, sko, að basically þetta er bara hlutaði, þeir eru búin að vera, alveg síðan bara í prequels, basically, að vinna í að klóna Palpatine, og þetta er eitthvað svona feilaða klón, þetta er alltaf planið hans Palpatine að öðlast eilíft líf, Já, að geta einmitt. fært sig yfir í annan, og þú veist, og þarna átti bara að drepa hann, af því að hann, þú veist, var ekki force sensitive. En hann fer, eignast konu, eignast barn, og það er svona yfirgefið hann líka, af því að, þú veist, það er ennþá verið að elda þau. Þetta var sérst ekki sjálfur Palpatine sem Nei. var, nei. Hún er basically bara afgaf með klóna. Mál er, þú veist, ok, þú spurði allir með að lesa tjata hvort hún væri góð og, þú veist, mér finnst allar sem myndir sko betri ef maður hunsar hinnar nema Rise of Skywalker því hún er bara, það er ekki hægt. Rust. En, þarna, hvað ætla ég að segja, það var alveg cool í last þetta, það er bara eitthvað, þú ert ekki neitt. Ég var Já. hrifinn af Og því. það er alveg Já, cool. ég er sammála því. En En gera ekkert með það. En þetta er Skywalker saga, skilur við. Málið er af hverju, þú veist, ég er basically bara það að þetta átti bara að vera 1-6, sko. Af því málið er, þetta er bara eitthvað svona eftirmáli sem fer bara einhvern hring og endar á sam stað. En er þetta ekki líka bara svo að tala um entertainingar? Þú veist, þú ert með The First Order, þú veist, það er bara embæddótið. Svo ertu með The nýjan Final Order. keisara, það er Snoke, þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona Já. önnur sandpláneta. Það er svona ef að, þú veist, fyrsta myndin Kylo, þú veist, að verða vondur setni myndin, hann er þú veist, the underdog hann er að reyna að byggja upp annað hérna, eitthvað veldi Já. og þú veist, einhvern veginn eru alltaf að vinna en eru samt miklu færri og eitthvað svo var það bara svo þriðið, þá er hann orðin komið með bara fullvalda vexti, er byrjað að taka Já. yfir þetta seti Sko, ég hef líka, þú veist, George Lucas að tala um að ef hann hefði gert þríleikinn þá hefði þetta verið svona mól og glæpaheimurinn. Já. Það hefði verið eitthvað nýtt. Og fyrst og fremst Sammála. fyrir bara Star Wars, ef þú horfir á fyrstu 6 myndirnar, þá er þetta alveg með 4-5 genres sem hefur verið að leika sig með, skilur við. Þú veist, það er alveg svona Hitchcock, svona noir elements í Attack of the Clones og eitthvað svona. Svo kemur í sequels og þetta er bara eitthvað, hvað genre er þetta? Bara Star Wars bara. Já, bara Star Wars Þú veist. Og líka, við erum að tala með dagann, allir karakterinn í þessum myndum er eitthvað svona brandara Frá maskinu. Marvelized. Já, þetta er svona Marvelized. Þetta Marvelized, eru basically Marvel myndir, sko. Sorry. en Já. aftur af fyrir lón Aftur að fyrir Höldum áfram með þetta. Já, já. Ég veit, Gummi, þú getur talað Ég veit það. 10 klukkutíma, þið allir. En það var mjög skemmtilegt svona input frá okkur varandi framhaldsmynda. Tökum við Rebels. Star Wars Rebels, það er önnur svona teiknimynda seria, já, hvað vil ég kalla. Kemur 2014, byrja þá, er gáð hvað, 4 serjur. Já. Heggi. Og Sýndist það að vera á Disney+. hann líka alveg gaman að nefna að þegar Disney kaupir Star Wars, og þetta var hann þessi Legends versus nýja universið. Og Legends eru auðvitað bara bækur. Já, og Er það ekki? tölvuleikir. og tölvuleikir og svona Og þeir strauja það og þeir segja, ok, þetta eru myndið þetta 6 og þetta eru Clone Wars, þannig að Rebels er eiginlega með fyrsta dótinu sem er verið að gera í nýja heiminn. Þú veist. Já. Og Sem Disney gerir Já. og þetta er alveg kanon. já, og það eru nokkra bækur sem kom út í svipa leiti eða eitthvað. Þannig að það er svolítið svona upphæða þessu. Og ég ætla bara að byrja á að segja að Star Wars Rebels er basically bara með uppáhald Star Wars dótinu mínu, sko. Það er mjög gott stöf, sko. Betur en Clone Wars. Ég finnst það betur en Clone Wars Þér Þetta eru finnst líka það betra. byrja, þú veist, nýri karakter þú veist. Það er alveg gaman að kynnast kannski Anakin og Obi-Wan betur en þetta er bara að byrja, þú veist, nýja karakter sem getur bara gert alveg nýtt með leikir sem miklu meira einmitt. Þeir eru ekki heftir inn í líka Það þarf ekki alltaf að enda þar sem maður veit, Já. skilur, þú veist, í raun og veru þegar Rebels byrjar, þá var ég bara eitthvað, ok,
þetta verður að enda á þeir deyja, Jedi-nir. Skilur þú veist, maður er svona búast við því og svo fóru þeir raun og veru kannski aðeins öðru sem ég átti vona á. Hvenær gerist Rebels í tímalínni? Rebels er cirka minnum 14 árum með eitthvað byrjar að eftir hérna Revenge of the Sith og gerist yfir nokkur ár, 2 ár, 3 ár. Rétt fyrir New Hope. Já, þeir gerast fyrir New Hope. Já, svona kannski 10 árum, 6 árum undan New Hope og kannski bara fyrir hlustendur. Þetta er einhverju svona hópur af fólki sem er á skipi, The Ghost Hera sem er í Ahsoka, hún er pilotinn. Kanan Jarrus er þarna, hann er, þú veist, við vorum að tala á hann, fyrirvændi Padawan í Order 66. Svo kemur Ezra og byrjar að læra honum, hann er force sensitive. Svo er Sabine Wren sem er Mandalorian, Seb sem er svona basically svona Chewbacca karakter, eða þú veist, stór geimvera. Og er ég að gleymi? Droidinn, Chopper. Er hættulegast í gæinn í The Star Wars Galaxy. Bara fucking psychopath. Bara, þú veist, killcounti hans í seríu 2 af Rebels er bara eitthvað 1000 eitthvað. Hann er svo rugglaður, sko. En ok, sorry, ég ætla ekki að trufla. Ég var að áttum á tímalínunni. Og þetta er svona, við erum að sjá svona leifarnar að hvernig, sko, rebellíónu byrjar. Og þeir byrja bara sem svona eitt lítill hópur og svo kannski þegar líður á seríurnar, þá fáum við að sjá þá tengjast fleiri hópum og það byrjar að mynda svona net. Þannig að þetta er eiginlega upphafssaga. Fæðing rebellions. Já, er í Rebels. Það er svona þrástefið, sko. Og svo er alltaf að sjá aðra hópa, eins og í Andor. Það er bara Mon Mothma með, þú veist, annað fólk hérna að gera... Já, einmitt. Og það er svolítið gaman líka við Rebels. Til dæmis, þú nefnir Mon Mothma, hún kemur fyrir í Rebels, leikinn af Genevieve O'Reilly sem leikur hana í Revenge of the Sith og í Rogue One og eitthvað. Geggjur. Og Samúla. Það er einn af mínum uppáhalds svona karakterum í dag, sko. Svo tölum aðeins Andor líka. Og hérna, já, við verðum að gera loksins fæ ég að tala Andor í bíóblæði. Nei. En þarna, svo er, þú veist, Saw Gerrera, leikinn af þarna Forrest Whitaker kemur fyrir, fucking James Earl Jones mætir sem Vader, þú veist, þú veist, með svolítið Pulling out the big guns. Já, algjörlega. Með þess að fucking, þarna, Ian McDermott kemur sem þarna Emperor Palpatine í login, sko. Já. Og svo með þess að, þú veist, fucking Lars Mikkelsen kemur sem Thrawn, við erum að tala fucking vel hann. Já, er ekki, ok, eins og Thrawn, er hann ekki að koma fyrst í rauninni, þá er að tala í nýja... Já, hann er ekki Clone Wars. Nei, hann er ekki Clone Wars. Við erum að sjá hann í fyrsta skipti í Rebels. Já. On screen, í rauninni. Já, on screen, já. Og það byrja með seríu 3, og það, ég hef vitað hver Thrawn er síðan bara áður en að Disney kemur Star Wars, ég veit ekki svona hvernig, sko. En þú veist, bara þessi blái gæi með rauðu augun, maður er bara alltaf búin að vita hvernig er. Þessi blái gæi er að halda á þessu. Ég ætla líka að halda á þessu, hann með kall hérna í pakningum. Gummir ekki að fara að leika sig með hann, hann tók að skrifa fram. Það verður aldrei opnað nema hugsanlega ef ég eignast ykkur mann börn sem er að leika sig með það. Nei, ekki taka Thrawn. Gleymdu þessu. Grand Admiral Thrawn, já, ok. En það var mjög gaman, þú veist, ég bara man eftir þessu, þeir voru bara núna við að fara að koma aftur með Thrawn. Og þú veist, góð story sem kom að hanga. Líka, það er alltaf svona seasonal villain í fyrri seríunum, nokkurnu einn. En svo kemur Thrawn, þá er hann bara setið 2 seríunar, þú veist. Líka, svo stór munur á Rebels og Clone Wars er að Rebels eru framhaldsþættir. Já. Bara beint framhaldsþættir. Já, stærri saga í rauninni. Já. Og Clone Wars er svo mikið í svona arcs. Já, hérna instans, já, 4 þættir hér. Það er mjög cool fyrir Clone Wars. Þetta er svona að sína manni hvernig galaxið er. En Rebels er svona meira að sína okkur, þennan hóp, og kannski af hverju þau eru að berjast gegn Empire-inu. Og svo svona, mér er svo cool nálgun, þú veist, þetta er ekki Mon Mothma og við erum að sjá hana búið til rebelljónið. Við erum að sjá bara svona lítinn hóp af fólki, svona ragtag group, sem er svona hægt og rólega að vera partur af einhverju stærra. Er það allir samanlega sem bara Rebels sé geggja? Já. Það er geggja, já. Það er líka sem er svo áhugavert, af því að full story, þú veist, moment fyrir Maul. Fyrir Maul í Rebels. Það er sagan hjá Maul. Já, ég meit. Og því að Dave Filoni, þú veist, þeir cancela Clone Wars, maður sér alveg, það er smá svona, hann er aðeins að binda enda á suma hluti í Clone Wars, hann kannski fattaði ekki alveg að hann myndi, þú veist, eftir 7 ára eða eitthvað að fá tækifæri til að klára það. Er hann ekki einmitt aðalgaurinn allan einn af þeim sem eru bak við Rebels? Jú. Hann er basically, sko, titlaður held ég bara creator á Rebels. Þú veist, þannig að það er enn meira hans dæmi heldur en Clone Wars. Sko. Þarna er hann farin að vera bara, þú veist, the guy. Já. Og George Lucas er líka kemur í raun og veru ekkert af þeim, held ég. Já, hann er alltaf farin. Disney hefur komið. Ég meina, þegar hann seldi, þá bara hætti hann allri þáttökurinn, eða ekki? Já, hann lýsir því nú að hann hafi verið ofta kontakta á með einhverju hugmyndir. Já, en þeir bara dissa. Já, bara, við engan áhuga til þú segir.
Ég skil ekki að hann fyrir ekki bara að gera einhverja aðra myndir ef hann langar að vera að gera eitthvað svo. Af því hann á skriljónir, Já. og skriljónir. Hann væri helst til að bara einhver annar myndi gera það fyrir. Hann hefur ekki bara að spila golf og liggja á einhverju ströndi eða eitthvað. Leikir svo Skywalker Ranch. Svo er líka gaman við, þú veist, Rebels. Við erum að sjá þetta, náttúrulega svona Jedi in hiding og þarna fáum við fyrst að sjá líka Inquisitors. Sem ég man að ég var ekkert eitthvað að dyrka fyrst, sko. Eru þeir ekki kynntir fyrst í Rebels? Jú. Hvað er Inquisitors? Það er basically svona Jedi Hunters sem að Palpatine byrjar að þjálfa sko fyrir Revenge of the Sith. Þeir eru ekki Sith Lords. Nei, Þeir eru svona dark side users. Þetta eru allir, ef ekki allir, þá flestir fyrrum Jediar sko. En þeir eru drasl með að við fucking Já, núna var ég að koma með smá comic book dot. Þeir eru alveg góðir, sko. Það er nefnilega Darth Vader komikið sem kemur út bara, það bara byrjar í lokin af Revenge of the Sith. Já, það er heldur svolítið cool. Ég mæli alveg með að lesa það. Ég get lánað það á vilt. Það er allt rönnið? Já, 5 issue eða 5 bækur. Og þá er sko smá tiny spoiler. Palpatine basically lætur Grand Inquisitor sem yfir Inquisitorunum, sem kemur í Obi-Wan Kenobi. Já. Og Vader mætast og berjast. Í þeim tilgangi að hann veit alveg að Vader fokkar hann upp. Og þá skilur Grand Inquisitor, ok, ég á ekki séns í þennan rétt eins og hann lætur Inquisitorinn að skilja að þeir eru ekki sens í Grand Inquisitor. Þetta er svona hierarki. Þetta er líka svolítið svona know your place. Já. Og þess vegna veit maður þegar maður horfður á Kenobi bara svona að hann er að leifir alveg Vader að drull lifið svo okkar því að hann veit hann ekki séns. Mér finnst það cool sko. Það er líka svolítið svona Sith dæmi sko. Já, algjörlega. En þetta er ekki Sith karakterar. Þeir eru bara svona dark side users. Já, þeir fara ekkert eftir þessu sömu mantra og Sith fara eftir sko. Þeir eru bara trained in the dark arts og... En þeir eru svona ábyrjandi í Rebels. Já. Og við sjáum alveg 4 eða eitthvað og að maður kannski hendi svona smá spoiler alert. Þú veist, til dæmis Grand Inquisitor sem eins og ég segi er alveg frábæra Revenge of the Sith tímabilinu. Við sjáum hann deyja í lokin á seríu 1 og það er líka svo cool sko. Bara, hann er eitthvað svona hangandi fyrir ofan eitthvað svona Star Wars hólu. Með eld og einhverju fucking dark shiti bara og Kanan er, þú veist, ætlar að gefa hann sjensa á, þú veist, hjálpa honum og hann bara eitthvað there's worse things than death, skilur og bara drepur sig og því maður veit líka hvað hann er að tala hann er bestlega að tala Vader og í byrjunum á seríu 2 þá fyrst sjáum við Vader En Vader er ekkert stórt nafn í þess ekki stórt hann er alveg svona stort presence í alveg Já, þeir eru alveg skítrætt við hann sko Já, hann kemur nokkuð sinnum og er allt svona stort presence þá eftir að við sjáum Kanan sigra Grand Inquisitor sjáum við hann og Ezra mæta Vader og þetta er bara ekki séns þeir þurfa bara að flýja skilur og líka cool af því hann er svona gott presence í seríu 2 með minni en hann komur bara ekkert aftur hann kemur alltaf í fyrsta þettinum held ég já og svo kemur hann eitthvað nokkurnu sinnum á einhverjum fundum já og svo alltaf bara í lokin á annari seríu já og svo eftir það þá svona shiftar þetta aðeins meira svona þú veist Thrawn er svo cool leið til að sína bara svona Imperial Army dæmið, skilur. Hver er Thrawn? Er það að trista mig fyrir þessu það? Armafátt. Grand Admiral, nei, þetta er... Ég er búinn að lesa hérna 9 bækur. Þetta er ekki svona allar Thrawn-bækurnar sem ég er búinn að lesa. Gummi kom með hérna 6 Thrawn-bækur. Hérna erum við með sko Thrawn, Star Wars Thrawn Ascendancy, Greater Good. Þetta er nýtt stöf. Já, þetta hérna er í nýja kanoninu. Og bækurnar sem þú varst með, þær eru hérna gamla kanoni. Bækur eru svo æðislega. En hann er basically, ok, hann er frá Chiss, það er pláneta sem er í sko basically öðru galaxy. Já, það til dæmis, er eitthvað mikið talað um það í bíómyndunum? Þú veist, það er alltaf, þetta gerist í enn galaxy, far away, eitthvað. Sko, en það eru þetta til aðrar vetrarbrautir. Hann er frá galaxy, þú veist, not so far away. Já, og hann er sko hluti af hernum þar, kemur síðan yfir til, þú veist, Empire, lokin á Republic, byrjun á Empire, og bara vinnu sem ég hratt upp í Grand Admiral. Og það er kannski sérstaklega áhugavert að því að Empire er racist, þeir eru mjög anti-alien, þess vegna sjáum við aldrei neina gemverur í Empire. Já, einmitt, góð punktur. Þess vegna er svona sérstaklega... Það er nasista. Já, nasista með svona pure blood shit, þú veist, það meira sem það er bara hvítigæðar, en ég hef aldrei pælt í það áður. En já, það var svona ekstra merkilegt að hann næra að vinna sig allavega hangað upp. Og það er mér svo gaman við sko Thrawn bækurnar. Þá sér það ég alltaf frá sjónarhóttni er alltaf hjá einhverju sem er með hún.
hann er eitthvað svona ofurgáfaður, það er ekki Chiss sem eru ofurgáfaður, hann er eins og hann sé kannski eitthvað einhverfur eða eitthvað, hann sér bara heiminn öðruvísi en aðrir, Já. þess að hann oft notar list, Já, þannig að það er einstaklisbundi við hann. Já, þetta er ekki já. alltaf hans... ekki hans Hans reis. reis. Hann er alveg magnaður bara í sínu reisi líka. Hvernig varstu búin að segja? Hvernig endar hann í Síðan er þess að Star Wars? hann kemur yfir í vetrarbutuna, basically til þess að skoða hana, þú veist, til þess að, það væri ólangt að fara út í það, en það Kemur hann í hernaðlegum tilgangi? já, þú veist, basically til þess að efla tengslin á milli Chiss og, þú veist, þessara vetrarbutar, Já. út af hugsanlegri ógn sem að er að fara að koma, það verður örugglega einhvern mann í einhverju myndi eða eitthvað, ég veit það ekki, en það er kannski ekki alveg kafa út eða núna, tekur alveg tíma. En hann líka, sem sagt, í lokin á Rebels, þú kannski tekur orðið á hann. Já, þá eru þið búin að vera, hann er þetta tekur 2 seríur. Jú, Hann tvær er seríur. alveg í 3 og 4. Já, hann er ekkert 1 og 2. Nei, Og þetta eru líka seríurnar þegar tengslin, þú veist, netið af rebellioninu byrjar að myndast, skilur við. Þannig að þá er hann fenginn inn til þess að, þú veist, stoppa þessa ógn. Ok, Aron? já, það er bara endirinn á Rebels er bara eins og við sjáum í Ahsoka, þú veist, Ezra, sérst, við sigur hann í orustu og Ezra nær að plata þessa gamekvali í að stökka með það á aðra vetrarbut. Og ég held líka að þarna erum við fyrsta skipti í einhverju öðrum bókurum og svona, þú veist, kannski fyrsta skipti sem er sagt upphátt í Ahsoka að sjá talað um eitthvað svona aðra vetrarbutir. Já, Já, einmitt. Já, það er ekkert talandi það að viti, mann ég ekki eftir í bímundunum. Nei. Mér finnst svona, ekkert eitthvað þörf á því, en mér finnst mjög næst að sé fyrir að opna þetta núna, sko. Mér finnst bara cool, og það er svona einmitt allt þetta skæjókdót, það er bara búið. Mér finnst cool þegar þeir stækka heiminn. Já. Koma eitthvað nýtt, eða sína okkur eitthvað nýtt. Já, þurfum við annað galaxy, þú getur alltaf bætt við bara plánuti hér. já, svo sem. En svo getur þú fara að skoða eitthvað svona eins og kannski eitthvað svona her úr þessu galaxy sem að kemur og fyrir stríð eða eitthvað, Já. þú veist, eitthvað svona þannig möguleikar, þú veist, og kannski sjáum við eitthvað með Chiss, þú veist, senda hann síð, því þar eru líka bara, þú veist, fullt af factions og alls konar hlutir í gangi, þú veist, það er bara heill heimur af dóti í gangi þar, skilji. Einmitt. Ok, þannig að Thrawn, þetta er spennandi karakter, hann er flottur, hann kemur upp í Rebels og Lars Mikkelsen, bróðir Mads Mikkelsen, hann er unni talar fyrir hann í Rebels og svo síðan mér að það fann að leika hann í Ahsoka. Ég var svo ánæður, sko, því alltaf þegar það var eitthvað svona að vera að gera mock-ups á Pierce Brosnan og ég vildi alltaf fá Lars, hann var geggjaður í þáttunum. Hann er ekkert síðri í animated dótinu og í Ahsoka, sko. En ég verð að koma eitt stutt, að ég hef séð nokkra Rebels-þætti, rétt eins og með Clone Wars. En eins og við erum búin að tala um á það fyrir þættinu, við ætlum að taka upp þennan þátt fyrir svolítið síðan, að ég var alveg frekar peppa fyrir Ahsoka. Mér finnst þetta Star Wars, þessi leiknu sjónvarpsþættir, mér finnst þeir rosalega misgóðir. Svo, mér fannst Ahsoka alls ekki góð serja. Þannig þegar hann líður hana og ég loksins kláraði hana með herkjum, þá var ég pínu svona bara, ég alveg rétt, ég var að gera hana Dave Filoni þátt þarna. Það var bara að draga svolítið úr mér. Já. En, mér langaði auðvitað að hitta ykkur og mér finnst auðvitað gaman að tala um Star Wars, en það var aðeins búið að, eins og ég segi, taka smá svona púður úr mér, af því mér fannst hún alveg mjög slöpp. Þannig ég var bara, ok, Gummi sendi mér lista. Þú sendi mér lista yfir eitthvað, ég held ég að mér að beða um það á þessum tíma, eða þú stakst eitthvað bara, já, þú getur tjekkað þessum Rebels þáttum, þessum Clone Wars þáttum, eitthvað hana. Þannig ég fór svona, bara fyrir stuttu, þá fyrir ég eitthvað að ríða þetta aðeins upp, kíkt á listan. Það er gaman að heyra, ég veist ekki hvort þú hefur eitthvað náð nota. Já, ég nota hann. Svo fyrir að kíkja á það, mér myndi að þú kannski bara verið með eitthvað 6 þætti sem þú tjekka á, svo bara eitthvað 4 episodes, 4, 3, 2, 1, 7, 4, ég bara, Jesus Gummi, ég er ekki að horfa á þetta allt, þannig ég er svolítið svona valdi. Og ég tók mitt í Rebels og ég var alveg pínu svona, eins og ég segi, endur deg, maður pínu orðið, pínu þreyttur á Star Wars. Svo setti ég þetta í gang, ég horfði mitt á veitir þættina. Þegar Maul og... Twilight of the Apprentice. Já. Það er svo geggjað! Ég horfði... líka bara, hvað Kenobi er innspóð af því. Já, okkur. Ekki bara innspóða, bara blatant rip-off af sko línum og skotum. Já, nema ekki skot, en... Nei, ekki skot, sko. Ok, allavega. Og ég horfði á þessa þætti, ég horfði á þessa 2 og ég horfði líka á okkar aðra 2, ég man ekki hvað þeir hétu. Það var svona eitthvað 2-partir. Ok, var Thrawn í því, eða? Nei. Nei, ok. Sástu ykkur á Maul þætti það? Já, Maul náttúrulega í
Í þessu, þessum Twilight Apprentice. já, allavega og ég samt að horfa á þetta, setja í gang og byrja að horfa á þetta og bara strax, bara eitthvað, vá, þetta er skemmtilegt þetta er alveg þetta er gott Já, og þetta er alveg Star Wars. já, þetta er cool og svo kemur veitir hann þegar hann hittir Ezra og fucking TIE Fighter? já, TIE Fighter með kveikt á sverðinu og Ískaldur, sko. geðveikt, þú veist, það er geðveikt svona þegar Ahsoka sker í hjálmina sem fáum að sjá aðeins inn í og eitthvað svona geðveikt, fáum að sjá Maul koma aftur, þú veist, það er geggjað Inquisitors er hana, ég er enda að fíla ekki þetta þyrlu jump hana, Nei, það er mjög stúpid veist það eitthvað þetta flogi með sínum lightsaber eitthvað, ég fíla ekki alveg, allavega fáum eitthvað cool svona action og ég fór smáður svona þessun líka, ég er ekki að djóka það er ástæður ég fór og keifti með Star Wars ból, keifti með bolla af því ég var orðin, Aron er bara að hlæja mér striða ég fór í smá svona stuð og var hann bara geðveitt peppar að hitta ykkur og tala um Star Wars þannig ég er að segja þetta til þess að íta undir það að fólk hætti að tjekka á þessu og núna er mjög líklegt að ég klára þetta Já, er það? já, það er mjög líklegt ég horfi á, þú veist, fyrir einhver síðan var ég búin að sjá einn þátt eða eitthvað ég var ekkert búin að sjá almennilega af þessu mér finnst það alveg mjög líklegt, þetta er líka alveg þetta er svolítið svona duoból, þetta eru 4 serjur mér finnst það alveg pínu þegar ég horf á Clone Wars 7 seríur. mér finnst þetta að vera eitthvað, þetta virkar svo massíft Það er Seríum er líka þessu 23 þættir. já, Það er líka misgóðir. Já, það er mjög lélegir Clone Wars þættir til, sko. þannig að ég er svona Það er ekki lélegur Rebels-þáttur heila, sko. ég klára örgla, eins og ég klára örgla Rebels þannig að gummi takk Já, bara, alveg, það er ógeðslega gaman að heyra og ég held mér að ég og Aron hluti að við viljum gera hana þátt til að hvetja hlustendur til að checka á Rebels, af því að það er good shit, sko. Og líka kannski ekki afskrifa það eftir, þú veist, fyrsta þátt. Ég myndi alveg segja að fyrsta, þú veist, þetta er bara að vera alltaf betra með hverja seríu, eiginlega. Fyrir utan kannski hvað lokinn á seríu 2 er insane. En lokinn á seríu 4 er alveg brilliant líka, sko. já, þú skrifa mér þess að ég ekki klára það þú bara eitthvað gamli, þú verður, þetta stóð bara gamli, þú verður að sjá hérna endalögin og Rebels maður, það var einhver 7 þættir eða eitthvað Já, það er bara, er ógeðslega langt. Það er svolítið cool líka því að mér minnir hún sé styttir en hinnar, eitthvað svona 16 þættir eða eitthvað. Jó, ég held þetta. En þeir eru rosalega mikið bara, þú veist, þessi saga er alveg bara 5 þættir, þú veist, lokin. Þú veist, það er bara svo margt sem það þarf að segja og, þú veist, smá spoilers, en þetta er bara, því við erum að fara að tala um Ahsoka, það verður að gera, þú veist, það er, þeir fucking kynna þetta The World Between Worlds, sem er einhver svona, þú veist, það tengt mættinu náttúrulega, þetta er einhver svona hliðarheimur þar sem að, þú veist, tími og rúm funkar ekki eins og bara... Maður sér þetta í Ahsoka þáttunum. Allan að einhverju útgáfa þessu. Já. Ég er til í að debata hvort það sé World Between Worlds í Ahsoka þáttunum. Ég held að hún sé bara frekar að sjá þetta fyrir sér út frá því sem hún er upplifað. Af því að hún nefnilega... Ok, þetta er svona smá spoilers, þannig að eins og segi, ef ég ætlaði að horfa á Rebels, þá myndi ég kannski skipa aðeins yfir þetta. En af því að hún, við vitum ekki hvað gerist í lokinn á seríu 2 þegar hún og Vader eru að fæta. Og alltaf þessum tíma, það er þetta bara endirinn að sögur hennar að Ahsoka, við erum ekkert búin að... Kemur hún ekkert í 3 og 4? Kemur ekkert fyrir í lokinn á... Sko, núna vil ég ekki fara að spoila fyrir 4. Ég veist það, ég er ekki viðkvæm fyrir eitthvað svona. Hún kemur ekki, við sjáum hann ekki aftur fyrir henni gegnum þetta The World Between Worlds. Þannig að þú veist, það er svona aðeins, það er mjög cool hvernig það er svona í vafa hvort hún sé lifandi eða ekki og hvernig lausnin á því verður og svo náttúrulega núna í dag, þá erum við komin 20 ára lengra eða 10-15 í þú veist, þarna... Já, Ahsoka þáttunum. Já, þannig að það er gaman sko, þú veist, það var alltaf eitthvað svona, ég man þegar sería 4 var að byrja eða eitthvað, það mætir Dave Filoni á Comic-Con í einhverjum ból sem stendur á Ahsoka Lives og fólk bara eitthvað, hvað þýðir þetta? Það þýddi bara að hún væri lifandi. Ekki flókna, frekar skýr skilaboð, sko. En þetta var síðan hluti af einhverjum svona kenningum seinna meir eitthvað að þeir eru að fara að reboota sequels eða eitthvað. Það var eitthvað svona, þessi bólur, einhver hluti af þeim kenningum. Já, veist hvernig fanbases verða maður. Já. Þeir eru þá væntanlega allir búinu með alla þættinni í Rebels. Já. Uppáhalds karakter? Kanan Jarrus. Eða Caleb Doom. Ég er Kanan Jarrus, sko. Já, ég er alveg... Er það ekki Freddie Prinze Jr. sem Jú, Freddie Prinze Jr. Hann er mjög góð. Geggjaður hlutverki. Það er líka cool gaur bara. Já, algjörlega. Og hann fæði mér þess að voice cameo í Rise of Skywalker í lokin. With Sam Kanan Jarrus. Það er mjög margir Jedi í lokin. Einmitt. Þarna, sko, Thrawn er uppáhaldskarakterinn minn þarna, ekki kannski alveg bara þarna.
þú veist, af því núna er ég búin að lesa 9 bækur í Já, viðbót einmitt. og hægt og rólega hefur hann orðað, en það var, já, Kanan. Og Chopper. Chopper. Þessi droid Chopper er hellaður, já. fucking psychopath. Total destruction boti, sko, þetta er alveg... En ég hefði spurt ykkur líka bara til að byrja með eigið upp á Star Wars karakter. Það má alveg vera úr bókum, töluleikjum, bíómyndum, teiknum þáttum. Darth Revan hjá mér. Er hann ekki úr Knights of the Old Republic? Jú. Er hann ekki fyrst þar? Jú, Ég held það. Kom ekki bækurnar eftir það? Mér Þú minnir ert að leika hann held ég í Knights of the Old Republic 2. Já, en er hann ekki búinn til í þessum töluleik? Jú, hann er Já, búinn til þar. Og svo retkonaði hann, þú veist, inn í Legends. Já, í Í bókunum. bækurnar, sko. Hann er alltaf að skipta aftur og aftur á milli, En sko. mér langar svo að lesa því, ég nenni ekki að spila hann gamla töluleik. Mér finnst mjög erfitt að spila gamla töluleik. Það byrði bara til remake-inu. Já, sem kemur aldrei. Er sennilega ekki að leiðinni. Nei, það er búið að tala um það sem þú lengi. En Hvað er eins og- remake af? Knights of the Old Republic. Já, já. En það sem er Raven, ég var til að lesa bókumann. En mér finnst eitthvað svo fínum flóki að finna eitthvað svona Raven bók sem Já, er kannski líka- fín fyrir svona byrjanda. Maður færi líka ekki að horfa á cutscenes úr þessum leik, bara Nei. eitthvað á YouTube, sko. Nei, En þetta er gummi, En já, Adam er búin að svara. ef ég þyrfti að svara Þú þessu, þarft að svara Já. þessu. Þú mútt bara koma með eitt karakter. Það sem kom fyrst í Star hugann- Wars lórinu. er Obi-Wan Kenobi. Það er Það er Obi-Wan, gott svar, sko. Aron. Það er sterkt Sko, svar. alltaf er svolítið hrifin af, Mara Jade. Ég var að hugsa um hann ræða. Mara Jade. Já, lestu bókina? Já. Já, ok. Plugg henni. Aron er að koma með algjört tís. Hún er í bókinni sem þeir gáða mér hérna. Ok. Og svo er þetta líka Talon Card, en alls ekkert uppáhalds, en það er annar góðu kard. En getur þú sagt mér, er hún Jedi? Er hún, hvað, getur þú sagt Hún mér er það? force sensitive. Hún er force sensitive. Gott líka og skildir eftir restina af nátinu, sko. Já, wow, það er eitthvað meira tísinn í gangi. Já. Máli, þetta er líka mjög cool, þessar bækur, sem við varum nú innilega ekki kannski, sem við ætlum að tala um það, en þær eru svona að gefa okkur aðra sýn á, þú veist, galaxíðu. Maður er að sjá svona, það er líka alveg verið að fjalla fortíðina og þú veist, Palpatine og svona. Og maður er að kynnast alls konar hlutum hann sem kom ekki neins þar annars þar. Er ekkert í, þú veist, nýja lórinu. En þetta er ekki kanon. Nei, þetta er ekki kanon, en þetta er miklu betra. Skiptir eitthvað máli. En ég skil samt á sama tíma að skilja alveg af hverju straujuðu kanonið. Já, þú Það var það er out ekki of orðið svo control. mikið. Þetta var alveg out of control. Alls konar weird shit, það var búið að klóna Palpatine, fálega pæling. Ok, strákar, ég vil getum við haldið áfram, en þú Já, veist, já. vil ég koma eitthvað meira sem betur Rebels? Ég vil bara Bara segja, allir að horfa á Rebels. og maður vill ekki kafa kannski ómikið í sauman á það, því að maður veit, flestir hafa ekki séð á, Já. þeir eru bara geggjaðir. Og svo auðvitað Gott fyrir, Star Wars stuff. já, nú er þetta bara auðvitað fyrir marga, það eru rosa margir með Disney Plus. Já. Þetta er allt þar. Þetta er allt þar. Og líka mér finnst fucking cool við Rebels, það er svo mikið svona bara, þetta er svona skæruhernaðar dæmi, rosalega mikið. Og þú ert að horfa á þau bara, þú veist, missionið er bara eyðileggja hennan gerfin þetta disk. Og þetta er allt fucking cool. Já. Þú veist, Þetta er ekki, þú veist, eins og í Clone Wars, það sem þetta er allt frekar huge shit. Þetta er bara út af þau eru svo, þú veist, þetta er svo lítil grúpa, það Já. er bara litlum gorilla action missionum, sko. stela bara einhverjum fucking kössum að einhverju miscellaneous dóti, skilur. Þetta er svona Já, down já. to the ground og svo sjá alltaf stakes stækka og stækka og karakterinni verða alltaf meira og meira, þú veist, able. Svo fáum við þetta líka góða áhuga að vera Mandalorian stórlega í þessu. Já. Og bara, þú veist, hægt og rólega þegar maður er komið í fjóru seríuna, þá er maður bara, what the fuck, maður, þetta er hella. Já. Ok, förum aðeins stutt í Bad Batch. Já. Svo tökum við leikna efnið, förum aðeins yfir þær seríur. Okay. Svo höfum tíma til að fara yfir þetta allt saman. Bad Batch, hvað er það? Bad Batch er framhald af stóra leið sem að byrjaði einmitt í 7. seríu af Clone Wars. Af svona, þú veist, þeir eru að prófa nýja tegundur af klónum sem virka meira svona Bara sjálfstæðari. Já, og með kannski bara svona betri. suma eiginleika, Leika. skilur sterkari eða betri með byssur og svona. Hvað er þetta þá að setja þetta í tímalínu? Þetta byrjar undir lokin á Revenge-hósið. Við sjáum Order 66 í fyrsta þætti af Bad Batch. Já, ok. Það er líka gaman að nefna að pilotin af Bad Batch er 75 mínútur, þannig er eiginlega bara svona mini-mynd Já. og það er ennþá í dag lengsti Star Wars þáttur sem hefur verið gerður. Enginn að live action þáttunum hefur farið í svona fulla lengt. Er þetta ekki svona tildurlega nýtt? Er ekki bara 2 seríur konar? 3 ár. Það eru komnar erum á 3. þriðju. Já, þriðja er í gangi og það er lokaserían. Og svo er þetta líka, þú veist, þetta er
að mjög mörguleiti continuation af Clone Wars, þetta er sama stíl og þessi stíl, hann alltaf búið að vera að þróa hann yfir 15 ára eða eitthvað, hann var orðinn svo fucking flottur þegar Bad Batch byrja. Já, sér maður rosa mun. Já, maður sér ekki. Ef þú myndir horfa á Clone Wars myndina og svo horfa á fyrsta þáttin í Bad Batch, hann lítur bara miklu betur út. Já. Er þetta bara svipað eins og ég er búin að horfa á Toy Story myndinar? Þetta er alveg 1 og svo 4, sko. Það Já, er þetta er rosalega þannig, sko. munur að horfa á Toy Story 1 og 4 upp á bara animation. Já. Þetta er bara eins og horfa á Incredibles og Incredibles 2. Það er bara... Það er enda, Já, ég er enda menn ekki eftir að það er svona mikið. ekki, þú veist, það er ógeðslega mikið stökk, en Incredibles 1 lítur svona svo vel út. Það er svona aðeins erfiðar að það, þú veist. Já, en ég meina það er bara svona texture fabric. Já. Lítur allt bara svona... En líka sem að verður alltaf betra og betra er andlits animation. Já. Þeir byrja að geta sagt svo mikið bara með augsvipunum og svona. En þetta er samt ekkert alveg eins og Clone Wars, af því að þetta fjallar Bad Batch, sem er afmarkaðar hópur af klónum, sem er eitthvað 5 talsins cirka, og svo er þetta Omega með þeim, sem er sem sagt, hún er kvenkins klóni, en er samt klóni af Jango Fett. Já. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar. Hún er, þú veist, eldast. venjulega. Raunar þá hún og Boba Fett eru fyrstu klónarnir. Þannig að hún er eiginlega sýsti Boba Fett og maður er alveg vona að maður fá að sjá kannski eitthvað setna, eitthvað með henni og honum fullorðum. En þessi þættir... Svo hættum við að fara fyrir kamerun. Kannski þú búin að vera fyrir hann tíma. Þá verður þetta bara við að Adam. Nei, þá er þetta nakkir á Arani. Já, nei. En þarna... Já, þetta er líka framhaldsþættir. Þeir minna eiginlega sömu leitinu aðeins meira Rebels, að þetta er í Empire tímabilinu og þú ert með, þú veist, bara svona crew á skipi, flakkandi með Galaxy, að reyna þeir í felum og lifa af og svona. En það er alltaf eintalega ekkert eitthvað lightsaber dót og... Ég held að það hafa aldrei komið lightsabers. Jú, það var komið 2. 3. Já. En þetta er ekki Það er ekki... En þú veist, erum við þá að tala um... Það er það fleiri Seagulls. Er eitthvað sem kveiki bara sverðið eða er eitthvað svona bardagar? Lightsaber on lightsaber action, er það í Bad Batch? Nei, þetta er ekki lightsaber action. Og þetta snýst ekki um það. Þetta er alls ekki svona Jedi þættir. Nei. Og ég myndi segja að þetta snúist tvennt, svona aðalega. Það er, þú veist, bara svona post-Republic, byrjunum af Empire, þetta er svona sjá vetrarbrautina þróast, bara bókstala, bara hvernig er verið að, þú veist, kúa einhverja þjóðir, við erum að hægt og rólega sjá Stormtrooperinn að vera til, TK Troopers heita þær fyrst, og svo fer þetta síðan líka rosalega mikið út í sögu klónana. Þú veist, þeir verða svolítið bara eiga ekkert sinn stað í vetrarbrautinu lengur. Er það kannski bara aðalega húkið í þessum þáttum, það er bara hvað verður þennan her, þegar hann hefur ekkert annað að gera. Ég myndi segja að það væri svona, ef það væri eitthvað elevator pitch. Þá er það. Já, það væri það. Já. Og það er sko fucking cool sem þeir gera með þetta, sko. Þú veist, fyrsta serían gerist rosalega mikið, mér finnst þetta mjög gott, sko. Mjög gott efni. Og er svolítið hann að reyna að laga ákveðnar svo teknar í Seagulls-myndir. Já. Og þetta er líka nefnilega mitt, akkurat, að koma inn á... Þetta er Filoni líka. Já, þetta er Filoni. Já, ok. Og hann rúlar þessu bara beint í stað eftir að klára Clone Wars. Þarna er svolítið að maður að sjá svona byrjunin á þessu klónand úti. Og það er eiginlega mjög áhugavert að þetta tengist eiginlega inn á, þú veist, sequels, Rise of Skywalker sérstaklega, og líka aðeins inn á Mando, kannski, og líka kannski aðeins inn á þessa bækur, ég veit það ekki. Wow! Kannski verið að sagja einhverja element á það. Hvað eru margir þættir í hverju séri? Ég nenni þess ekki að þetta er eitthvað 20 Er þetta ekki 16 þættir eða eitthvað svona? Jú, en, þú veist, er ekki þriðja serien að fara eitthvað yfir það? Það gæti verið, sko. Hún er alveg so far so good, sko. Ég ætla að reyndra að viðurkenna að mér finnst, þú veist, Bad Batch svona... Það er alveg dippa alveg stundum. Segir að 2 fannst mér svolítið síðan hinnar á heildina, sko. Rebels er mjög fáir þætti þar sem mér finnst svona tæpir. Og af þessu þrennu, ég meina Clone Wars, Rebels og Bad Batch. Ég myndi klálega að setja Bad Batch neðst, sko. Já, neðst. Já. Já, Comfortably. Sko, Þú er ekki sammála? málið það eru sumir þættir sem ég þoldi ekki í Clone Wars, sko. Nei, Já, ég er nefnilega samlega. Clone Wars er á bóttinum með Já, mér. í heildina. En ef ég myndi þurfa að taka, þú veist, síðustu 4 þættirnar af Clone Wars væri sennilega efstir á þessu öllu. En þú tækir, ok, ef þú taka 10 bestu Clone Wars þættina þínum að því versus 10 bestu Bad Batch þættina. Ef við Hvort er betra? taka versus 10 bestu Rebels, þá er það Rebels. Hjá mér, sko, örgulega. Þetta er ekki bara 10 bestu þættina á öllum þessum 3 seríum. Já, Rebels. Já. Númer 1. Já.
Já, kannski. Mér finnst Rebels vera miklu betra heildaverk heldur en Clone Wars. Já, það er svo gott heildaverk. Í heilsinni er þetta bara, þetta er miklu hnitt með það Og svo jafnari gæði. Akkurat. Og hún líka næra alveg svona að stækka heiminn og kynna mann fyrir einhverju nýju... Clone Wars sem er svo Doctor Who. Það er til skelfilegir Já, líka þú veist, ef ég er að rewatcha Clone Wars, þá er þetta bara, þá er ég að velja þætti. Já. Bad Batch er alveg að halda mér, þú veist, bara að horfa á þetta í gegnum 3 seríur. En það er líka að því að þeir eru þráður í þessu, sko. Það er erfiðar að henda á þáttum í einhverju sem er continuous story, sko. Okay. Og svo hefur líka verið cool að Bad Batch, þeir hafa stundum verið smá svona, þú veist, í takt við eitthvað annað sem er í gangi. Til dæmis Andor og Bad Batch sería 3, það er ákveðna tengingar þarna á milli. Og líka sem að Bad Batch gerir náttúrulega eins og segir er að sína bara þetta threat sem að Empire er og það er það sem Andor gerir líka glæsilega vel, er einmitt að setja þetta yfirþyrmandi omnipresent power svona yfir alla, sko. Núna, 2024, þá erum við loksins komið með miklu betri skilning á því af hverju Empire sökkar. Ég var líka bara hversu hræðilegt að væri að búa í þessum heimi undir þeim. Af því að í Original Trilogy, það eru bara nánast allir, fyrir utan Tarkin, Vader og Palpatine, bara a bunch of goofballs í þessu Empire. Já. Það hittir engin eitt, og allir eitthvað skítrættir bumbling þegar Vader mætir. Mér finnst það að vera vandamæli Palpatine, hann er búin að ráða vanhægt fólk. Ég held bara grunnplanið sé að lifa eilífið. Hann ætlar að vera the last remaining Sith forever. Og svo fær hann þessu völd og hann er bara, hann er ekkert að sjá þetta. Hann er bara eitthvað, herru, ok, ég gera mig ótrúlegan, þú veist. En það er einmitt, það sem að Rebels gerir mjög vel er að sína, þú veist, Empire er no joke og Bad Batch fer ennþá lengra með það og Andor fer svo, að mínum að þetta af því sem er komið ábygglega lengst með þetta thematic presence að þetta sé svona, þú veist, þeir eru með fucking plánetu sem að skemmir plánetur. Já. Það er ekki joke, sko. Það er líka það er svo cool, við erum kannski ekki alveg að fara að færa okkur á Andor, en bara þarna... Við býta aðeins með það. Já, þessi gefum bara aðeins. En Bad Batch, það er líka bara, við erum alveg að sjá sumir eppar þar, þetta er ógeðslega vandaðar, þó að það sé meira svona framhald sem alltaf fylgja saman liðinu, sumir þættir eru bara einn þáttur, bara nýjan karakter sem að hefur ekkert verið áður og er bara það, svolítið. Og það er ofta einhverjum svona mjög áhugaverðar sögur, sko. Aðeins að sjá hvernig ákveðin pláneta er að reyna að, þú veist, berjast gegn því að Empire bara taki yfir og nota allir auðlindina þeirra, en þú veist, við veitum náttúrulega bara hvað Empire er tilbúið að vera ruthless, skilur við? Já. Og svo senda þeir bara squad, drepa kongin, skilur við, eða eitthvað svona. En þú veist, þeir eru kannski svona erfiðar aðeins að tala svona í kringu þá, sko. Já, bara Bad Batch fær þumal. Feitan þumal, sko. Líka að mér aldrei séð þetta. Ok, höldum áfram. Ég heldur bara að hafa stöttum með Bad Batch. Því mér langar líka eða einhvern tíma í leiknaefni. Já, algjörlega. Og það alltaf byrjar með Mandalorian. Og Filoni er alltaf þar með Jon Favreau. Já. Var það ekki Jon Favreau sem tók hann svolítið inn í það? Já, Ég minni það. Jú, Hann ég hafði held bara að- sagt ég held það. Ég að ætla sé- að gera það en ég vil þá gera það með Filoni. Jú, ég held að það sé frekar þannig heldur en Filoni hafi approachað. Ég Nei, ég held að því að ekki... Favreau er auðvitað alltaf miklu vanar að gera eitthvað leikefni, live action, heldur en Filoni. Og Filoni er náttúrulega bara mjög vanur bara að gera animation. Já, það er mig. Fólk talar einhvern veginn ekkert það, en Jon Favreau er sko George Lucas sinna kynnslóðar. Þú veist, þegar hann gerir Elf, þá er hann að leika sér með að blanda stop motion við live action elements, svo gerir hann Sathura, þá byggjaði risa set sem er á einhverjum gæjum, þannig að það er á hreyfingu. Hann er alltaf að leika sér með special effects, að keyra það lengra. Svo gerir hann, þú veist, Lion King og Jungle Book myndina sem eru bara CGI teiknimyndir, þú veist, á plani sem það aldrei sést. Startar alltaf MCU. Já. Sattar MCU, fer síðan og fucking tekur þetta volume technology á næsta plan. Þú veist, við höfðum aldrei séð þætti sem liti út eins og fucking Mandalorian. Nei. Mandalorian er rosa mikið svona hjartastuð í Star Wars. Já. Þú veist, fyrsta season. Það kom rosa mikið Star Wars æði eftir Mando season 1, sko. Ég var svo mind blown þegar ég sá fyrsta þátt af Mandalorian. Ég var heima að þér, inn í herbygginu þínu. Það er að benda á Aron. Ég er að benda á Aron. Þú veist, það það ungir hérna, menn eru bara að búa í gamla herbygginu sinu og eða, þú veist, Bjóstu á mömmunni þá? Þegar Mando kom út? kannski verið hérna 1 mánuður eða Þetta eitthvað. er afturinn. Já. En hérna, Fullmars meira til það. Hvað sér þú? við hendum þér út. Nei, bara Mandalorian. Já.
Svo getum við farið eins í, Já. tökum það bara núna. Já. Þú veist, 1, 2 og 3. Þú veist, er þetta heildinandi, er þetta gott? Var fyrst þess að betur en 2? Hvernig er 3? Hvað er það að tala um? Komum með eitthvað Seríun eru bara Já, sko. svona, þær eru bara gradually verið næsta finnst mér, sko. Ég er alveg nokkurn veginn sammála, sko. Mér finnst 2 ekkert skelfileg, sko. Nei, mér Alls- finnst 2 góð. Mér finnst, já, mér finnst 2 góð. Mér finnst 1. Margt mjög gott. Já. Og náttúrulega aldrei séð Luke Skywalker svona svona. Já. Nei. En Já, já. djöfull leit andlitið á hann mitt út samt. Sebastian Stan hafði átt að mæta Ég að leika. Já. vil bara, ekki. ég vil fátt heitara í þessu lífi heldur hann að ríkasti Luke. Okkur fokkar með það CGI deepfake Luke. Því máli er, í staðinn, það er bara ekkert að nota Luke. Ef þeir ráða nýja leikara, þá kostar ekki alltaf $10 million hverski sem hann kemur að skjá. Líka málið, það var svo fyndið, Hollywood var bara ástfangið af þessu D8 CGI dóti. Er einhver að fíla þetta? Nei, eins og fucking Indy 5. Ég ætla nú ekki að fara að tala mikið um það. Ég Nei. hataði það dót, sko. Ég segja það með þér. Þetta er bara trublandi. Það er 2-3 dæmi um svona de-aging sem ég bara, þetta er bara nice. Þú veist, það er þarna Michael Douglas í Ant-Man 1. En þetta mun alltaf eldast illa. Já, ok, ég er bara alveg sammála. Sorry, ég horfði á þessu Ant-Man daginn. Ég var síðan stráknum minn eitthvað brotur þessu. Mér fannst það að gegja því sá á sín tíma. Já, Hvað er Ant-Man, 2015? Já, þetta var Nú sér þau bara hana, já, ok. Já, ok. Þetta er tölvugerst. Okay. Það er ekkert illa gert. Nei. En það er tölvugerst eldast bara svo. En nú ætla ég bara að spyrja ykkur. Af hverju að gera þetta? Og hvað er kosturinn við að de-agea leikara? Þá getur þú notað uppræðan leikara. Er eitthvað jákvætt í það? Ég elska ekki Obi-Wan Kenobi út af Alec Guinness, sko. Ég fucking dyrka hann út af Ewan McGregor. Og ég mun aldrei gleyma því, þegar Kathleen Kennedy sagði degi áður en að Obi-Wan Kenobi þættinni droppu, þá sagði hún í viðtali eitthvað, já, við sáum bara með Solo að við eigum ekkert að vera ríkast þess að legacy karaktera. Fólk bara fílar það ekki. Bara, Kathleen, það hefur enginn sagt að Solo hafi sökkað, þú veist. Það er bara langt frá Bara, því að vera eitthvað að versta sem Star Wars er að gera. Bara, mest dáði leikarinn í Star Wars ever er recasting. Það er Ewan McGregor. Ég ætla bara að fakta það. Góð mútur. Þú veist, og það er eini gæðin sem eru búin að fá aftur að gera seríum, skilur. Já, nei, reyndar Tim og Vera Morrison Boba líka, en þú veist, þetta er bara, ég er svo miklu meira til að sjá 2 físiska personur á skjánum, þú veist, ef þetta væri eitthvað svona einn er de-agear, einn ekki, eitthvað, þetta er bara svo weird, skilur. Ég er sammálaður. Ég er alveg Þú sammálaður. veist, ef þetta á að vera eitthvað svona gæði sem er að leika sig og svo son sinn eða eitthvað, maður bara af hverju ræður ekki bara gæði sem er líkur hún. En ok, Mandalorian. A.k.a. Og hann Gummi missi sig. Sidequest show. Sidequest to show. Já. Soon to be sidequest to movie. Já, tölum líka aðeins um það. Og hvað er að tala? Mér er að það segja þetta bara hríðfellur einhvern veginn í gæðum, að einhver leiti, Aron. Já, eins og þú segir, sidequest svo, ég hef fílað mest við fyrstfyrir, er að þetta er svona Adventure of the Week. Já, þú fílar það, standalone þætti. Já, þú veist, Svona það er það að miklu eitthvað leyti. overarching story, en ég fíla alltaf að þeir eru bara að gera eitthvað nýtt í hverju þætti. Þú veist, það er eitthvað ný saga, þú veist, það er eitthvað ný karakter, svo bara, þú veist, fara ekki að kynna það allir. Nýja geimverur, nýja plánetur. Núna er orðin eitthvað svona hræðsla, bara budget dæmið. Þeir eru svo mikið hættir að vera með eitthvað nýjar áhugaverðar plánetur. Já. Þetta er alltaf bara California, bara. En það sem Mandalorian gera mikið það, þeir eru með mikið af gimmurum, Já. sem leikarar, on screen. Mér finnst Líka bara leggja það oft áherslu, þú veist, það er oft bara, sumið þættir er bara hann að plugga einhver geimuru. Já, eins og þarna fiskithátturinn, hann er bara að ferðast með einhver egg þarna. Það er fucking cool hátur. Já, þú veist, ég meina sidequest show ekki neikvæð, þú veist, Nei. það er bara, þú veist, að því hann Þetta er er alltaf í þannig. einhverju missioni og þátturinn byrjar alltaf eitthvað að hann þurfa að fara að gera eitthvað annað fyrst. Annarkvort hann að sækja eitthvað, distress call, eða eitthvað, þú veist, hann er alltaf að fara eitthvað Já. í sidequest og svo kemur hann. Það sem að Hann fara út ég lút. fílaði ekki um Mando seríu 3. Þá fór þetta að vera aðeins meira plot-based á þessu stærra plotti, af því þið bara greinlega þurft að klára það, skilur. Og hún, hver einasti þáttur af Mando seríu 3, basically bara svona byrjar á einhverju svona plot-dótið fyrir heildadótið, og svo kemur bara svona sidequest, og svo endar það aftur á plottinu. Þannig að það er svona 5 mínútur báða megin, og svo samtalt 10 mínútur af 30 mínútur þáttum, bara allt og stuttið þættir. Og svo samlokað inn einhverju svona whack-ass story með eitthvað kjaftaði milli. Og svo mér finnst sko Mando seríu 3 alveg agalegt TV, sko. Ég gæti ekki, sko, eins og með það, ég fíla 1 og 2, svo byrjaði ég á 3, og ég byrjaði á henni, það var einhverju sjóran ekki af því fyrsta hættunum. Ég bara slökti. Já, Ég sagði bara, mér er bara drullu sama, ég er bara komið nóg. já. Ég á bátt með að trúa
að Dave Filoni hafi bara verið bara all up in this meat, sko. Ég bara, þú veist, hvernig ferðu úr því að gera bara gott stöf yfir að gera bara þetta slæmt stöf? Ég held að það hafi líka verið eitthvað svona skilaból frá Disney, bara að það verður bara að vera styttra. Þeir eru allir svona 30 mínútur í staðan fyrir 45 mínútur. Svo líka kredlistur, það er ekki með fucking 10 mínútur eða eitthvað. Það er með alla Disney þættina, maður er alltaf, þessi 45 mínútur og hann er búinn eftir 35. Þetta er líka streaming þættir sem byrja allir á previously on. Já. En komu þeir samt ekki weekly? Jú. Já, mér minni það. En það er samt bara. Já, nei, ég horfði á það fyrir viku, skilur. Já, ég er sammála. Ég fíla, þetta er alveg gaman maður að horfa okkur eldri þætti og svona previously on, en það segir þér alltaf hvað er að fara að gerast. En previously on, ánáttúrulega bara að vera myndið seria. Já. Skilur, þetta er svo, þegar að fucking Invincible kom loksins aftur, Já, þá þurftur þú previously þá gerur þetta previously on. Það var líka, þú veist, 1.000.000 ára milli serið þar. Einmitt. Já. Og þetta hjálpar þetta líka þegar maður er actually man ekki hvað er í gangi. En þetta er líka, ég skil þetta í línulegri dag, sko. Þú kannski náðir ekki síðast þættinum í síðast Já, viku. já, Þannig að það var já, gott já. að fá eitt previously on til að ferja núna þáttinni, sko. Já, já. Að þú mistir af einum og getur ekkert fara bara Mandalorian eru svona þættir að svona nánast þarftu ekkert að vera með svo mikið á hreinu sem var í gangi. Þetta er vanalega svona standalone appar og þú getur bara dott inn í það, skilur við. Það er sem ég fíla svo mikið fyrst. Já. Þetta er bara, hvað er fucking Mando að gera í þessari viku? Einmitt. Já, já. Það hefði átt að halda því þannig í þriðjusöku. Já. Mér finnst líka bara gaur, þetta fucking, þegar þetta byrjar, hann er fyrst ekki komið með allt armorið og svo uppgreitar hann, fyrir hann þetta vantar alltaf í shoulderpadina eða eitthvað. Það var alltaf nýtt og nýtt lút, sko. Fucking tough. Þetta er líka, talandi um sidequests, hann er bara eitthvað að level upp, skilur. Alltaf nýtt armor Og nýtt gír. Já, bara fá nýtt gýr, nýja byssu Og þarna er líka að kontrakt, svo. taka Mandalorians sem að var eitthvað sem að maður hafði hort á, þú veist, Clone Wars og Rebels, kynnst vel, bara hella culture og allt í einu verið að koma með það svona meira að kynna almenning fyrir. Og svo mikil vestri. Sérstaklega Já, fyrsta já. sinni. Hún var Sérstaklega fyrsta. alveg, og rosalega, bara eins og fyrsti þáttur mætir eitthvað svo lún. Já. Ískaldur, mér þess að segja það við hann. I Líka- can bring you in warm, or I can bring you in cold. Er Pedro Pascal góður? Hann er alltaf góður. Við vorum aðeins að þræta það áðan hvort það væri lægi að hann sé ekki í búningnum. Já, mitt, Ég meina, það eru alltaf 3 eða eitthvað sem leikana gæja. Já. já, þú veist, mitt personal take, þú veist, ég er ekkert að fara að draga niður 3 punkta í einhverju einhvern, en mér Nei, nei. finnst leiðilegra að hann sé ekki hann í búningnum. Auðvitað. Mér finnst það bara leiðilegra. Þetta álíka bara vera eins og að þú veist, menn voru svona, tekur hann hjálminn af sér. Það var svona hann að taka hann af sér hann í einhverju Aron, komdu með eitthvað, það er eitthvað í gangi að það. Því að þú veist, ef Þeir þú var megi ekki taka hann af. Já, En núna? þú veist, núna. Nei, já, þá, Þú veist, við erum að koma þetta að því í þáttunum að hann er náttúrulega í, þú veist, Kulti. Mandalorian kulti. Já, ég bara segi þetta. Já. Það eru bara sko, eitthvað 20 gæjar sem er að vinna með þetta og taka ekki hálfminn af, shit, sko, eða 50 eða eitthvað. En þú veist, mér er svo leiðilegt þegar að horfa okkur mynd. Þú veist, búin að horfa á hana. búin Þú að vilt fíla- sjá andlitið. Nei, þú veist, ég er búin að fíla myndina og svo horfum ég á okkar behind the scenes og þá kemst ég að því, þú veist, wow, þú veist, var hann ekki, Þetta er bara nánut í bæ. já, þú veist, í þessu atriði. Já, er það bara þú vilt þetta sé Pedro Pascal alltaf. Nei, Nei. mér er alveg saman. Að, þú Já, veist, ég er ekki já, að ok, láta, þér er sama. Já, þú ok. veist, ef ég hefði ekki lesið að hann væri ekki þarna, þá hefði ég ekkert pælt í því gegnum þættina. Ég hefði kláð þættina, svo bara, Af því ég virði svo, nú ætlum ég að koma með 2 dæmi. Ég virði svo þegar leikara, af því að við vitum alveg hvernig þetta er. Þetta er líka held ég bara í samningum. Þetta er svo maður sér eitthvað svona póster. Það er eitthvað svona þrýrningur. Þetta er allt eitthvað svona floating heads dæmi. Þú veist, það er basically bara í samningum. Bara við Já, verð, já. þú veist, Ég vil fá andlitið Herru, mitt að Tom baka. Holland er í myndinni, hann er þarna, þú verður að sjá hann, ég veit hann er Spiderman og Spiderman er fucking frægur það, hann er eiginlega aldrei að taka sér grímuna. Má ég giska eitt sem var... Ég er að koma með 2 dæmi. Já, ég veit eitt af því, sko. Ég er alveg 100% Hvað er annað dæmi? Ég held að þessi Hugo Weaving sem við ekki. Nei, Nei. það er ekki það. Ok. Það er 3. dæmi. Já, Já, við fórum með þetta. Já. En eins og það var alltaf ríkast. já. En Ég held mér þess að, ég held að sum skot í myndinni séum með James Purefoy, Aha. ég held það. Sæðlega ekki til að geta, allavega, ég hef með 2 dæmi. Það er náttúrulega Karl Urban í Dredd. Og ég ger mig grein fyrir því að hann er ekki alveg yfir allt andlitið. Nei. En hann tók aldrei af sig hjálminn, af því að Dredd Aldrei. tekur ekki af sig hjálminn. Einmitt. Ég virði það alveg í botn. Svo er ég með annað dæmi sem ég hef ekki séð, en ég bara lesi og þekki. Og það er Master Chief í Halo. Já, hann er vist alltaf að taka hann af sér eða eitthvað. Hann er bara alltaf að taka af sér. Já, hann tekur hann alltaf af sér. Og þetta ávist að vera eitthvað rusl. Ég hef ekki séð það. Hann tekur aldrei hjálminn í leikunum, sko. Aldrei. Mér er þótt ógeðslega cool ef að Pascal hefði bara alltaf leikið Mando. Og aldrei tekið af sér hjálminn. Ég ætla kannski ekki að segja það, þú veist, ok,
hann tekur hann aldrei af sér í fyrstu séri, minni mig. Jú, vélmenni Í lokin þegar hann var Já, í lokin. Já. En svo þekki ég ekki alveg, þið getur kannski frætt með það. Var það ekki þannig að Pascal er miklu meiri í fyrstu sérinni, svo var það alltaf minna og hann minna? er ekkert Eða sér var þetta alltaf... Hann er aldrei séð þrjú. Nei, hann bara talar. Já. Hann er bara voice-over. Sko, það er eina skipti sem þetta byrjaði að böga mig. Því þá veit ég að það var ekki möguleiki fyrir þá að taka hjálminn af. En þá er líka komið annað dæmi. Af því að við erum að tala um, sko, Aron, þú segir eitthvað, þér er alveg sama, þú séu aðri gaurar að leika hann. Já, því þú veist, ef ég hefði hort á þetta án vitneskjörunar að hann væri ekki þarna, þá hefði ekki tekið eftir. Nei. Það eina sem skiptir mig máli er að þetta sé vel leikið. Ok. Já, nefnilega. En ég ætla að koma með annað punkt. Ég var náttúrulega að stutt sér hann í gerði Nightmare on Elm Street þátt. Veitu hvort þið vist, ég væntar að séð eitthvað. Þessi 5 eða eitthvað. Ok, skipt ekki öllum máli. Allavega, Robert Englund leikur alltaf Freddy Krueger í fyrstu myndinni. Svo þegar þeir gera 2, þá ætla bara að ríkasta. Þeir hugsa með sér, þetta er bara gaur í gerfi, það skiptir ekki máli hvað leikur hann. Þannig þeir ráða hann að leika hann og byrja að skjóta með hann. En bara hvernig hann ber sig, hvernig hann hreyfir sig, hvernig hann lappar, er ekki svo Englund. Þannig þeir fá hann aftur. Þannig að ég er basically að segja, ástæðan ég hef viljað hafa alltaf Pascal, er að þó það sjáast ekki andlit hans, þá er hann væntanlega með eitthvað performance. Sko, málið er... En heldur það að tekið eftir því án þessara vitneskjör? Kannski ekki, en þess vegna spyr ég líka á móti að ég veit ekki alveg, ef að Pascal var hann alltaf í fyrstu seríu. Hann var alls ekki þannig, sko. Nei, þá skiptir einhver máli. Já, málið er... Af því sem Robert Englund var alltaf Freddy í fyrstu myndinni. Þannig að það er munurinn. Ég bara segja, ef að Pascal hefði verið hann 90% tíman og kannski ekki einhverjum stöndadröfum, þá hefði ég alveg viljað að það var alltaf Pascal. En ef þeir byrja bara Mando með því að þetta er alltaf einhverjum 3 gaurar sem leikan, þá eðlilega myndi ég aldrei sjá mun. Ef þeir splæsa alltaf saman. Ég held líka að, sko, göngulagið og það á honum, það er ekki byggt Það er á ekki Pedro. Pascal. Nei, Pedro, þegar hann er að leika, þá er hann að reyna að leika eins og annar gæði, sko, sem er leikur hann eiginlega alltaf. Það er einn gæði sem leikur hann held ég bara 85% og svo er þú veist stunt actors. Þannig að það er performance-in á sem karakter er að, málega, mér finnst bara, þú veist, gæin, ég veit ekki hvað hann heitir. En á þá titla hann á auðvitað að vera fucking titlaður. Þá að standa bara Hann leikur Mandalorian, Pedro aðalpersónuna í Pascal þessum og þáttum. Man in Suit. Það er miklu meiri vinna fyrir þennan gæði heldur en fucking Pedro. Af því maður fyrir að hugsa líka sem þetta veitir. James David Earl Jones var ekkert í búinum. Nei. The Prowse. En hann er samt kreditaður svolítið sem veitir, hann er alltaf nördandi vita hver leik veitir. Af því hann alltaf, hvernig hann ber sig, hvernig hann lappar, þú veist, bendi, þú veist, allt þetta, það er ekki James Earl Jones. Nei. En það kannski, þá kannski böggar mig af því að Pascal alltaf tala sem hans í Mandalorian. Já. Eða Mando, hann er það. Þetta er í raun og En þú veru veist, ákveðin legi sem okkur var selt, sko. Það er líka því að Mando og Pedro Pascal eru ekki kannski ólíkar líkamstýpur. En ég meina, James Earl Jones var bara lítill og feitur. Hann er dáin, ekki? Nei, hann er Aðalífið. Ok. Allavega lítill og feitur, en veitir á að vera hávaxinn. Það getur fysiklega Ég er ekki ekki leikið. að segja hann Nei. er áttalega veitir. Nei. En þess vegna finnst mér allir, það er bara mín rögg fyrir að það sé öðruvísi að það, þú veist, hann er bara ekki með body type sem að þeir vilja, á meðan að Mando er sjálfur Já, með, Pascal getur leikið hann. Pascal getur leikið hann. Fyrir mér er þetta svolítið eins og bara, þú veist, General Grievous, hann er alltaf CGI, en svo bara gæði sem kemur að tala fyrir hann. Það er gæðin sem er Grievous, sem er enda, vist bara einhver gæði sem var í hlóðdeldinni hjá Lucasfilm. Matthew Wood, heitum það ekki? Já, það. Þannig að hann var bara eitthvað, var alltaf bara að leika röddina fyrir þegar voru að Já, þetta var bara einhver gæði. Grievous-ið og eitthvað, og svo er það bara eitthvað, þetta er hellur rödd, notum hann. Já, en það á ekki að skipta máli hver það er, Fyrir finnst mér, mig- bara besti voice actorinn hver sem það er. Já, ætti hann bara að vera, eins og bara í Incredibles, Brad Bird tala bara fyrir búningakonuna, það er bara því að hann tala alltaf fyrir hana þegar þau voru fyrst að lesa upp handritið og eitthvað, svo bara eitthvað, það er engin annar sem púlar þetta. Eins og svo röddum James Earl Jones og bara, þú veist, hún er svo geðveik. Já. Hvað finnst ykkur að þeir eru byrjaðir að AI-generata James Earl Jones veitir röddum? Ég hata allt þegar kemur, ég hata allt varandi AI og listgreinar. Punktur. Það mun örugglega aldrei breytast um mér. Nei, skilji. Ég vil ekki að segja AI generate einhverja tekníkar, ég vil ekki að segja AI generate eitthvað, mér er alveg sama hvað það er, ég vil ekki sjá þetta. Sko, ég er mjög sammálaði, ég vil ekki að neinir visualar séu AI, en mér finnst allt í lægi með röddina hans af því að hann á að vera svona, hann er cyborg, hann er svona hálfgerður robot, Já. þá finnst mér einhvern veginn slæta að röddin sé orðinu eða velræti. Heldur þessi ekki að það finna 1.000.000 gaura
sem taka einhverja veitir eftir hann. Þú myndir örugglega aldrei heyra munin. Nei. Hvað fyrir mikil vinn í það? Ég heyri ekki munin á þessu. Já, en það er sér að tala. Veit Ég ekki. vil ekki shortcutið. Ég vil ekki bara eitthvað, herru, þetta er bara eitthvað AI. Þetta er bara, ít bara eitthvað takka og ég vil það. En það er samt performance sem á sér stað. Það er alltaf eitthvað gæði sem les línurnar og svo tekur AI og breytir röddinni, skilur. Þannig að þetta er ekki bara, þú veist, það er ekki bara að skrifa setninguna niður og AI býr til. Þú veist, það er performance í gangi. En það er líka einhver manneska sem verður aldrei titlun eitt. Mér finnst það bara að fara stuttu þennan. En ég er alveg sammála því og bara á heildina litið, það er óþólandi, sko. Ég menn, af hverju þetta er eitthvað svaka vinna að finna einhvern annan gæja og hann er bara Það eru milljón veitir að úti. Þú veist, líka, hugsa bara suma teiknumyndaþættina og eitthvað svona, þú veist, það hefur alveg verið gæjar sem hafa verið að muni ekki til chat veitir, skilur við eitthvað það er? Nei. Það var eitthvað svona Chat- sketsa þetta basically Darth Vader að reyna einhverja búð. En þú veist, það var gæi sem var bara með mjög góða veitarödd og hann endaði sína að tala fyrir veitir í, þú veist, ég man ekki alveg, það var í einhverjum tölvuleikjum eða eitthvað. En mér finnst það bara mjög eðlilegt ef hann er of gamall eða eins og þegar hann fellur frá þegar kemur að því. Mér finnst mjög eðlilegt að ráða upp einhvern annan. Þú ert að tala sjálfur ríkast. Já, ég er alveg þar líka. Ég er bara Aron, meira hvað er ríkast. þú eitthvað innan? Ég er ekkert á móti að hann var ríkastaður, en þetta er einhvern veginn, þetta er eina röddin sem má vera eiga í mjög vegna af því að þetta er voice synthesized í heiminum. Sorry. Það er að berja henni í mæk. Já, fucking Star Wars getur maður oft svo Þetta eru heitar umræður. AI umræður. Það er svo mikið love-hate relationship sem maður á við þetta stöf, sko. Talandi AI. Ég vil ekki tala með það. Ég vil aldrei fá eitthvað fucking storyline robotana í Star Wars. Það er bara, þetta snýst, þetta á ekki að vera spurningum, er þetta lifandi verur, þetta er bara krydd í Star Wars. Veitu hvað er það? Bara til dæmis í Solo, þá er þarna roboti sem við sjáum að fyrir svona eitthvað aðeins eitthvað að kera á eitthvað droid rebellion þarna á Kessel. Og stundum með fólk eitthvað aðeins að spá í því eins og í Rise of Skywalker, þú veist, hann missi minnið C-3PO, það er hann eiginlega að deyja. Og það er svona spurningin eru droidsin í Star Wars lifandi eða ekki. Eitthvað siðferðslega spurningar. Já, málega Star Wars er ekki Blade Runner. Þetta finnst mér ekki að vera... Nei, ekki Call of Duty eitthvað svona. Nei. Droidsin er alltaf bara, þú veist, þau eru... Já, þetta er alveg lífverur, skilur, klálega. Maður veit hvernig C-3PO, þú veist, haga sér, en ég vil ekki sjá kafið þetta. Tökum svona AI-spjall. Já. Langt AI-spjall. Hvað voru það að tala um? Já, Mandalorian. Já, við vorum að debata svona Petra Pascal, hvort að hann sé hann í rauninni, ætti að kreita einhvern annan, bla bla. Bursið frá því, þá er þetta cool karakter. Já, mér finnst fucking cool. Þú veist, þú nefndir hérna vestra innspúið á þeim. Bara, hann ber sig bara eins og hann sé að labba út úr einhvern spagetti vestra. Hann er bara kúriki. Já. Þú sér að hann labbar, hann með byssuna á hliðinu og labbar oft með svona hendina og svona eins og hann sé. Þetta er líka skemmtileg tenging inn á, þú veist, Mandalorian, þú veist, náttúrulega fyrsti Mandalorian sem við sjáum með Boba Fett sem er samt tæknilega séð ekki Mandalorian og Star Wars náttúrulega alveg konvolútið plott dæmi, en þú veist, hann er með Spurs hljóð í Empire Strikes Back. Sem ekki. Já, og þú veist, hann er ekki sem með Spurs á fucking bootsona. En það er svo cool. Og af hverju væri hann með Spurs ef hann væri með Spurs? Hann er ekki að ríða þess. En þetta hann er á Mythosaur. ég dyrka þetta og mér finnst Já, líka meina. Star Wars, þeir þurfa aldrei mín vegna að sko lúffa fyrir lógík, þú veist, ég er brjálaður að kemur Star Wars mynd og það var ekki hljóð í geimnum. Já. Já. Ég vil sammála. fá eitthvað svona high five sem við heyrum í geimnum í Star Þú Wars. vilt líka bara, þú veist, þessi ég stuði sagt, ég vil bíómyndar raunveruleika. Já. Ég þarf ekki raunveruleika. Nei, Ekki svona mynd. Ef að Nei, væri allt í hennu, ekki svona, sko. þú veist, þú verður eiginlega bara að fylgja reglunum sem þessi heimur er búin að setja og það er að þetta er ekki okkar heimur. Nefnir líka bara eins og ég myndi ykkur sprengjuna í Attack of the Clones. Já, Sem að, Sonic boomið já, þarna. ef að það er bara Já, ekkert ljóð, það er bara svona, bara meikar ekki sens, sko. Herru, ég verð að segja eitt strákar, við erum búin að taka núna í svolítið tíma. Viljið þið, á ég að búa til eitthvað svona túpartir úr þessu, hvað Ég er mikið peppa eftir? túbátur. Hvað hafið þið? Ég er Við ekki... eigum eftir að sóka. Ég meina, við veitum aðeins Andor, Boba Fett, ég bara, viljið þið gunna þetta núna? Og ég væri til að komast þarna á salerni og svona. Já, ég get alveg... Ég er basic að spyrja ykkur, hvað hafið, ég er ekkert stressaður. Ekki stress. Ekstra. Stress. Ok, ef það ekki bara, ef við kannski klára á Mando og svo Já. taka nokkra myndir upp á Mando. Mando. Ok, það verður svo, því sem að hlusta að horfa, þetta varði allir nú túpartir. Já. Það var ekki planið. Tökum bara smá, klárum Mando, fyrir sérna hérna sérna eftir. Ok, sorry ykkur mig. Já, allir góðu. Þarna, fucking þáttur 1 í seríu 2 Mando, þessu geggjaður. Hvað var það aftur? Það er þarna Timothy Olyphant,
þegar það berjast í Krayt Dragon Já. og Já, til þess að já, hendi fucking aspect ratio verður svona meira widescreen í þeim fight og bara svo cool ákvarðanir Líka bara tölubrellan maður. Olifant er alveg góður í Mando. Já. Olifant er bara... Já. og það er líka bara vestradóti Olifant er alltaf búin að leika í alveg nokkrum vestrum og þú veist, Töffari. já, okkur fucking Bara alveg töffari, sko. já, mér veist, það er ábyggilega minn uppáhalds Mandalorian þáttur, sko. Ég fíla að, ég man ekki hvað þáttur var, en mér minnir að það hafi verið annari seríu, alveg öruglega. Þannig að train robbery. Já. Já, mjög góð þáttur. Það var cool þáttur, sko. Var það ekki líka með hinum Mandalorians? Jú, hæ. Jú, var ekki Jú. líka Bill Burr í því? Jú, ég held það. Jú, Bill Burr var líka. Var það þegar... Nei, það var ég. Nei, Bill stoppa einhver lesta eða eitthvað. ert þú ekki að tala um þriðja síðasta þáttina eða eitthvað í seríu 2? Jú, ábygglega. Já, þegar hann tekur hjálminn af sér og tala um Imperialin og eitthvað. Með Bill Burr. Já, þeir eru sita. Gæðu það var líka mjög sita hann á móti. cool þegar hann er komin í disguise, þannig að við sjáum hann með annan hjálm. Það var svo skemmtilegt touch og þú veist, þegar hann fucking þarf að taka sig hjálminn og þá líka stundum finnst mér að gera mjög vel að taka svona þessi ólíku element úr heiminum. Þarna fara þær að tala um Operation Cinder, ég held í eina skiptið í live action. Það er sem sagt post Revenge of the Sith, post þarna Return of the Jedi. Þá hafði Palpatine skapað einhver svona plön basically að fara bara og mökka galaxíð. Og það var víst í þeim tilgangi að þú veist, leifarnar á Empire yrðu bara tortíndar og þetta Final Order dót sem með sín Rise of Skywalker gerir síðan, þú veist, hann með sitt Imperial Remnant í gangi á Exegol, skilur. Já. Og í raun og veru þá, samkvæmt svona lórunum sem þetta lítur út núna, þá er First Order eitthvað sem að hann ætlaði sér aldrei að myndi gerast. Þú veist, þannig að, já, og maður svona fær einhvern veginn referensi þetta hérna hjá Bill Burr, af því að þá var hann bara verið í einhverju þjóðamorði eða eitthvað. Það var svona cool tilfinningarnar hans, einhvern veginn er Bill Burr gæði með bestu frammistöðuna í þessum þáttum. Komið verulega óvart, hvað var solid leikari í mitt. Það er oft með grínistana, sko, þeir geta oft leikið djúp dramatísk atriði, sko. Já. Klárið þið allir séri 3 á Mandalorian? Já. Já. Gæti ekki. Kláraði hann ekki það? Og, já, þú geraði ekki. Ég slögt eftir 5 mínútur. Ég gæti ekki klára. Ég gæti sko loka þátturinn. Við verðum meira að fá að segja ykkur hvað gerist. Já. Það er svo fucking heimskulegt. Spoiler. Áðurinn fyrir það, þá lagum við bara ástæðan okkur slögt á þessu. Ég var bara að horfa á fyrsta áttinu og ég var bara, þetta á eftir að vera endalaust. Já. Þetta á aldrei eftir að stoppa. Þetta á bara Hvað meinar með því? Þetta er bara, þú veist, hann á bara alltaf eftir að fara í sama mission. Einhvern veginn bara aftur, með krakkan. Já, þú varst bara sattur. Já, veist, ég var bara, ok, ég er búinn að fá það sem ég fekk úr fyrstu seríunni, hún var geggjuð, önnur seríu var cool og svo er það bara repeat. Hamstra hjólið bara heldur áfram. Þetta er líka bara einhvern veginn ríhasa af annars. Þetta er bara einhvern veginn Moff Gideon að búa til einhvern, þú veist, óstöðandi hér. Já. En þú veist, líka þetta koncept, svona upprunalega koncepti fyrir eins og Mandalorian, þetta Grogu-dæmi og Mando og eitthvað. Er það nóg til þess að vera að keyra áfram á okkur 1.000.000 seríu? Nei. Mando hefði kannski bara átt að vera ein sería eða eitthvað. Þetta er svona cool. Þetta var eitthvað, já, við erum að sína hvernig Star Wars getur verið í TV og svo var þetta svona standalone og það var ekkit sakalega mikið sem virkaði eitthvað svona skipta öllu máli í þessu. Líka ekki mjólkalt. Kannski draf Kylo bara Grogu. Þú veist, Grogu fyrir bara með Luke. Þú veist, já. Og svo bara, nei, hann var bara dreipun hann. Já, og svo ef við ættum að ræða eftir eins og með Boba Fett og hvernig við tróða Mando inn í það og... Já, ok. En líka eitt sem ég þól ekki, þú veist, ok, lokin á seríu 2 í Mando, þeir fanga Gideon. Svo bara í byrjunum á seríu 3, þú veist, þá er hann bara búinn að losna. Skilur maður Þeir bara gera það saman. Ég hef engan áhuga á framhaldssögum sem að núllstilla sem er búið að gerast. Þú veist, fucking Incredibles. Geggjaði myndir. En þú veist, Incredibles 1 er bágeggjað fyrst mér. En 1 er bara mynd fjölskyldu að læra að treysta hverju öðru og gera það saman, skilur. Og svo er bara mynd 2 er bara fjölskyldu að læra að treysta hverju öðru, skilur, og gera það saman. Það er allur árangurinn sem að persónurnar eru búin að fá yfir fyrirmyndina er bara núllstiltur í byrjun af 2. Þetta er svo í Ghostbusters 2. Ég hata það. Allt er bara trúur enginn að drauga lengur. Þeir björguðu New York borginni. Þeir byrjuðu bara strax á núlbúti og bara, það er ekkert verra heldur en þegar myndi gera þetta, sko, það er þættir. Umbrella Academy, þú veist, ég hætti, ég horf ekki að svona dót, nema, ef ég kemast hjá þig, sko.
Ok. Og þetta er alltaf það sem þeir basically sequels eru, þú veist, bara 3 myndir sem kostuðu $1 billion í framleiðslu, $1 billion í framleiðslu, sem að hægt og rólega eru bara skiljaði eftir á sama stað og eftir 6. Alveg fucking heimskulegt, sko. Líka bara loka senan í Mandalorian 3. En alltaf ekki að sjá þetta. Það er drull. Já. Sko, Drullusson. þeir klára söguna og svo kemur eitthvað svona epilog. Að bara eitthvað, Mando og Grogu eru búin að finna sér hús á okkur plánandi og alltaf bara setjast niður. En við veitum svona að þetta er ekki endurinn á söguna þeirra. Og svo sjáum við bara eitthvað svona Mando í einhverjum hægjendastól, þú veist, fyrir utan húsið sitt. Með hjálminn. Já, með hjálminn. Bara, þú veist, Það er Pascal og upptíkinn. þú veist, með koktil í hendinni bara slaka á full armor. Og svo kemur, og svo bara lokast þetta eins og Looney Tunes þáttur. Kemur bara svona ringur svona, dutturlúp, blúp. Svona, kemur ringur og svo ser maður svona hausinn á hérna Sko, ég get Mando ekki- Grogu og svo bara svona blúp. Þetta er eins og að hafa bara verið eitthvað blind fullur að edita þetta og bara eitthvað, þetta er fucking fyndið. Looney Eitthvað, og Tunes svo er bara, ekki þetta. check þetta, er þetta ekki bara málið? Og allir bara, þetta er bara málið. Bara að klifta þetta svo. En eins og þarna, voru ekki eins og Filoni, var hann ekki bara full að gera að sóka eitthvað með Ég held það. Já, ég held að Er hann kreditaði fyrir mörgum, bara, þú veist, written by Dave Filoni? John Favreau er titlaður sem handriðshöfundur á öllum þáttum í Mando seríu 3 plus fleiri. Ég held að það sé að því að í öllum þáttunum er einhver hluti af, þú veist, overall story-lærinu. Þegar John Favreau hafi basically bara skrifað það. Þetta er sko, ég veist, þetta er sko gjörsamlega feila sem sjónvarp. Af því, þú veist, apparnir eru ekki sjálfstæðar einingar í þessu, sko. Nei. Það er stundum bara 10 mínútur í byrjun sem hefur bara ekkert með restina að gera. En er það ekki líka, þess að ég las, og þau getur nú að leiðast með þetta ráð, Bo-Katan, er það ekki að reyna einhvern veginn að, herðu, hún verður henn aðal í season 4? Sko, neðist, þau deila Akkur var ég að lesa það? Sko- Að hún var svo stórt hlutverk í seríu 3. En ég er ekkert að segja rétt að rátt. Mér fannst það alveg áhugavert hvernig þið gera það, sko. Þú veist, hún er bara mikilvæg fyrir þetta Mandalorian storyline. Þeir leifa hennarlega að fá smá hluta af sviðsljósum. Af því það var að tala um ykkur viðtum og okkur svona. Það var að tala um, já, þættin heitir það Mandalorian. Þeir heiti ekki Gingerine eða hvað hann heitir hann að Pascal. Og maður er bara, ha? Ætliði bara að svissa honum út fyrir einhvern annan? Ég segi, ef þið gera það, gangi þeim vel. Ég er samt, þú veist, eins og hann segir, þú veist, kynna fleiri Mandalorian, alltaf kynna kannski, þú veist líka, Mandalorian mythology og culture meira, en svo feilur alveg að hafa ekki Sabine sem er í að sóka í Mando Sem season er bara 3. best establisherað Mandalorianin á þessum tíma, skilur við. Já, en samt kynna er, sko, annan karakter úr Rebels, Sepp. Já, ok, það er mjög skrítið. Í Mandalorian seríu 3, það er Sepp, sem er svona Geimveru léttur Chewbacca Já. gæi. Hann er bara full CGI í bara einhverju 1 mínútu senu. Valla, hann fær svona bara hann 20 segir sekúndur. 3 línur og það hefði svo geta verið bara no-name einhver gæi, bara Adam í búning, skilur við. Þú veist. Og hann þá var maður bara, ok, sick, Sepp er að fara að vera í Ahsoka. Svo bara, nei, hann kemur ekki fyrir einu Það er sinni. sást, ég held að vera dáið. Er það ekki sem minnst á, sko? Nei, þetta er svo skrítið að þegar þú ert að smíða, þú veist, CGI módelið og animeta og allt, bara fyrir ekki neitt. Bara þetta er sko, algjörlega tilgangslist. og ég held að þetta sé bara mjög lýsandi fyrir, ég held að þessi þættir hafi ekki mega neitt sens að baka tjöldin, sko. Ég trúi ekki að John Favreau hafi bara verið bara á setti alltaf, sko. Þetta var ógeðslega lélegt, sko. Líka, það stundum heilu, sko, senurnar, það var bara klift og komin á nýja stað, þú veist, ný tímapunktur, bara þú sitja við eld og ef ég var eitthvað að tala við þig, skilur þá segi ég bara eitthvað 3 setningar sem eru bara get plot relevant og þú segir 2 setningar sem eru get plot relevant og svo bara klift og hún komin á annan stað. Þú veist, það eru heilu samræðarnar sem eru ekki neitt. Það er bara plot. Þannig, ég bara fuck that shit, maður. En svo skemmar einhvern veginn allt. Já, bara... Eins og fólk var að fíla Mandalorian, svo bara eins og ég og Adam, ég slægt bara strax og hann, Adam sagði bara, ég kom með nóg. Og það sem ég slægt kúrið sem er Andor, það kemur annars serja, svo búið. Já. Ég trú ekki að koma Andor season 3, þeir eru búin að segja að það leiðir alveg upp á Rogue One. Það er bara að sagja. Bara búið. Það er alltaf best Nefnum hún sé drasl. byrja þætti með endan í huga og bara stefna þangað og ekki kannski bæta við 3 auka seríum fram að endinum. Nei, er ekki líka allt í lagi að segja bara, þetta er bara komið gott. Einmitt. Eins og segjum með Máttu Mandor. bara með nýja sög. Já, segjum að fyrsta serið er bara að koma út. Og eins og þið eru að tala um, og mér finnst það alveg cool líka, það er eitthvað svona Adventure of the Week. Já. Og það er bara verið ein serja, svo bara búið. Já. Þó þú getur eitthvað haldið áfram með þetta, er ekki alltaf að segja bara stundum, og ég veit auðvitað snýst um peninga, en mér er samt sama.
Þetta er risaveldi, þess að Disney, og með þetta risa IP Star Wars, og þetta er risa heimur. Gerum bara eitthvað meira. Já. Og líka, gaur, hættum líka að vera alltaf bara sömu 30 árunum. Þú veist, það er búið að establisera Jesus, hvað er sammála. þessi heimur er bara, það Jedi-arnir eru bara nokkuð 1000 ára gamlir, skilur. Förum 1000 ára aftur í tíma. Já, án Förum djóks. eitthvað fram í tíman. Komum með eitthvað nýtt. Þú veist, af hverju að hjakkast alltaf í sama farinu, skilur. Það tekur smá steiksinni burtu líka. Þú veist, í Mandalorian og Ahsoka, og þú veist, þarna vitum við Imperial Remnant, Thrawn er að koma og en við vitum líka alveg að bara eftir 10 ári viðbúð þá er bara First Order. Já, veist. Þannig að einhverjur er að fara að deyja, skilur. Það er bara hannig. Þetta er svona, þeir eru að limita sig svo mikið. En Playing it safe. ég fíla líka bara þegar þættir geta kannski bara, þú veist, klárast en sama kreatív liða bak við tjöldin Gerir bara sem eitthvað bara annað. Já! Skilurðu. Og það er bersýnilega þá er Mando að hugsa uppræðlega fyrst sem bara einserja, sko. Þess þeir voru ekkert, ég held plön fyrir season 2 almennilega. Já, ég myndi nú segja Þeir eru alveg, þú enda á veist, kynna Gideon. Darksaber, þú veist, limits í season 1. Og eins og það, mér finnst fyrstu tvær serjurnar alveg mega sens. Og þú veist, ef þetta hefði verið bara endurinn, þú veist, þeir náma af Gideon, þú veist, þeir finna stað Já. fyrir Grogu. Þeir hefði átt að sleppa serið 3 og koma svo með eitthvað af þessu dóti inn í eitthvað annað. Já. Það er alltaf var líka plan að gera þarna Rangers of the New Republic Já. og eitthvað annað, þarna Gina Gina Carano bara anti-vaxaði eða eitthvað. Nei, hún skrifaði tweet. Já, mér varst það mjög súrt, sko. Já, þetta er svona tweet, skilja. Já, þetta er bara... Þetta er bara eins og með Melissa Barrera, hún bara rekin og skrím út af því hún skrifaði eitthvað á Twitter. Já, næstu Scream. Þetta er alltaf galið. Jú, Scream. Já, mér finnst það mjög skrítið. Sá með James Gunn, hann var alltaf bara reygin fyrir 10 ára komið tweet, sko. Þetta er Það var áður galið. aftur. Já, og svo ráðin aftur og svo... Allt þetta er galið, ég nenni ekki svona eða orkið að tala um þetta. Ef að Marvel hefðu ekki rekið James Gunn fyrir 10 ára gömul tweet, gæja sem er bara þekktur fyrir raunchy comedy, þá hefði The Suicide Squad aldrei komið út og Ekki aldrei Peacemaker. Hann hefði Peacemaker aldrei tekið og hann DC. væri aldrei DC Chief Nei. núna. Nei. Bara pæli líka Marvel fokkuð upp hann. Hann hefur orðið brjála. Já. Það er alltaf ekki talað ofnbörlega, hann er orðið brjála. Ég er alveg vissu það. Við getum talað endalstrákar. Já. Ef við getum taka bara smá pásu núna. Jú, endilega. Og tökum part 2 og við getum alveg fara líka eitthvað meira inn á Mandalorian Já. dætið. Það er svolítið mikið eftir og ég er ekkert það þreyttur. Nei, ég er bara Þið segið til. Ég er rétt að byrja með Ég- Aron, Ég út er eitthvað, góð, ég er já, góð. ok, mér varst að vera eitthvað svona efins. Gummi er svo gömul dísilvél, hann fer bara meira í gang, sko. Við komum bara til frástum. Já. Takk fyrir.